Siggu og Þórunettu hérna frammi. Ætlum við ekki að vera með okkur hérna frammi? Ætlum við að vera frammi því? Jú, við getum gert það. Við erum saman hérna. Já, ég ætla alveg svo hérna eins vasanum. Já. Já. Mér langar að bjóða ykkur kærlega velkomin á fyrstu ráðstefnu okkar heims. Þetta viðburður sem skiptir mjög miklu máli. Ég heiti Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir og prófessor í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild Háskóla Íslands. Ég verð fundarstjórinn ykkar hérna í dag og tímavörður sem ég með mér Kolbrún sem mun sitja hérna beint á móti og passa upp á að við séum á réttum tíma. Nú, við erum með fjölbreytta dagskrá og eins og þið þekkið okkar heimur stuðningsúrræði fyrir börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda og var sett á laggirnar vegna skorts á stuðningi og fræðslu fyrir börn í þessari stöðu hér á landi. Sigríður Gísladóttir framkvæmdastjóri og Þórunn Edda Sigurjónsdóttir munu fræða okkur nánar hvað okkar heimur hérna á eftir og einnig erum við með erlenda fyrirlesara, Anna Dipnu. I will be speaking English when you are on, Dipna. Okay, welcome to be here with us. En ráðherra eins og gjarnan á hraðferð, þannig að ég ætla bara að vinda mér að því að bjóða mennta- og barnamálaráðherra Guðmund Inga Kristinsson velkominn. Hann ætlar að opna eða setja málþingið. Gjörðu svo vel, Guðmundur Ingi. Góðan daginn, kæru gestir. Það mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á málþinginu okkar heims sem ber yfirskriftina Við erum ennþá foreldrar. Í upphafi langar mig að óska okkar heim til hamingju með 4 ára afmælið og nýja fræðslusíðu sem verður opnuð í lok þessa málþings. Þá vil ég þakka ykkur öllum sem hér eruð komin og eru að horfa á streymi fyrir að láta ykkur málefnið varða. Í starfi mínu sem ráðherra hef ég fengið innsýn í starf okkar heims. Ráðuneytið hefur ásamt heilbrigðisráðuneytinu árabil styrkt verkefnið og ljóst að það hefur gefið góða raun. Starf okkar heims þvert á málaflokka, ráðuneyta og stuðningur beggja ráðuneyta við það sýnir samstöðu ríkisstjórnarinnar og vilja hennar til góðra verka. Verkefni sem leiðir til raunverulega úrbóta fyrir fólki í landinu. Verkefni einnig liður í því að bæta hag farsæld barna til framtíðar og stuðla þar með að betra samfélagi fyrir okkur öll. Sem mennta- og barnamálaráðherra hefur það verið mér mikilvægt að styðja við verkefni sem stuðla farsæld og bættum hag barna. Sérstaklega barna í viðkvæmri stöðu sem eiga það stundum til að gleymast. Markmiðið með verkefninu að auka snemmtæka stuðning við börn og barnafjölskyldur og fellur því að áherslu farsældarlaganna. Viðfangsefnið málþingsins í dag og starf okkar heims mikilvægt í því samhengi. Liður í því að stuðla að farsæld barna að styðja og efla foreldra þeirra og fjölskyldur. Ég vil nota tækifæri hér í dag til að hrósa okkar heim fyrir þeirra starf og að standa vörð réttindi og hagsmuni barna og ungmenna sem eiga foreldra með geðrænan vanda. Á heimasíðu okkar heims má líka finna mikið fræðsluefni málefnið. Fræðsla lykillinn að því að vinna gegn fordómum gagnvart geðrænum vanda í samfélaginu. Þá vinnur sameiginlegur vettvangur okkar heims fyrir fjölskyldur í svipari stöðu gegn einangrun þeirra og dregur úr að börn upplifi skömm og vanlíðan. Allt miðar þetta að bættum hag barnanna. Ég sé á dagskránni að framundan áhugaverður dagur. Við fáum að heyra erindi frá ýmsum aðilum sem hafa mismunandi innsýn í viðfangsefnið. Ég þakka okkar heim kærlega fyrir að bjóða mér hingað í dag og megi þetta málþing verða fræðandi og uppbyggilegt. Á sama tíma vil ég segja það á sínum tíma eftir bankahrunið stofnaði ég BÓT, baráttusamtök gegn fátækt og félagslega einangrun. Þar vorum við á tímabilum 200 einstaklingar í þeim hóp og margir með geðrænan vandamál. Þá uppgötvaði ég það og sá hversu aftarlega þessi málaflokkur og vonandi tekst okkur í þessari ríkisstjórn
með ykkar hjálp að sjá til þess að það verði ekki svo lengur. Takk fyrir. Við þökkum Guðmundi Inga kærlega fyrir góð orð og góð orð til okkar heims. En næst á dagskránni eru þær Sigríður Gísladóttir framkvæmdastjóri og Þórunn Edda Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi og ætla að gera okkur grein fyrir starfi sínu. Það verður kaffihlé klukkan 10:25 þannig að fá allir kaffiþyrstir kaffi þá. Þannig að þið verðið að bíða aðeins og vera bara róleg í sætunum þangað til. Og síðan fyrir kaffihléð þá kemur Dipna Könnein og ég mun kynna hana hér á eftir og síðan kynni ég dagskrána eftir kaffihléð betur á eftir. Ég vildi að það tala meira geðsjúkdóma í skólanum. Þú veist, enginn útskýra neitt fyrir mér. Ég hefði viljað vita að foreldri mitt væri veikt. Ég vildi að það væri meiri fræðsla fyrir börn og meira að tala við okkur. Mér finnst erfitt þegar ég veit ekki hvað að gerast. Við viljum vita hvað að gerast, annars ímyndum að sé bara eitthvað sem kannski alls Og ég veit ekki hvort þið viti alveg hvað að gerast heima eða hvort þið skilja. Það enginn sem útskýrir fyrir mér hvað mamma og pabbi voru að upplifa þegar ég kom hingað í okkar heim. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kveikt á mækum? Heyrið þið alveg nógu vel í okkur? Já. 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 Það kannski fínt að segja að þessar raddir sem við vorum að hlusta á núna eru raddir barna og foreldra sem munu heyrast inn á milli erinda á málþinginu. Það allt börn sem eiga foreldri með geðsjúkdóm eða foreldrar sem glíma við geðsjúkdóm. Fáum svolítið að heyra þeirra raddir hér. Mér langar bara hjartanlega velkomin og ótrúlega gaman að sjá Það þarf að kveikja á hinum mæknum. Það takki, Þórunn. Það takki. Sem þú varst að ýta á. Já. Það heyrist nefnilega ekki alveg nægilega vel í þér. Hvað þetta? On. Halló, já. Þá ætlum ég að bjóða okkur aftur hjartalega velkomin og yndislegt að sjá okkur hér í dag. Við erum mjög þakklátt fyrir að okkur eru öll í salnum og viljum einnig þakka öllum sem eru hér að streyma að fylgjast með, fyrir að fylgjast með okkur í dag. Ég sem sagt Þórunn og ég er félagsráðgjafi, vinn hjá okkar heimi og kannski bara í upphafi langar okkur svona að segja ykkur frá því hvernig okkar leiðir lágu saman, okkar Sigríðar. Við kynntumst í rauninni þegar ég var að útskrifast sem félagsráðgjafi og þá gerði ég viðtalsrannsókn þar sem ég tók viðtöl við uppkomin börn sem ég höfðu upplifað að æsku átt foreldri sem glímt við að gera veikindi og voru í hlutverki ummunnaaðila og Sigríður var einn af mínu viðmælendum og þannig rugluðum við saman reitum og síðan höfum við tekið eitt skref áfram í að Já, 5 árum seinna. 5 árum seinna. Já, þá stöndum við hér. Já, það stórkostlegt að upplifa það að við erum búin að vera í 4 ár að byggja upp þetta úrræði. Það hafa verið yndislegir tímar, það hafa verið ótrúlega erfiðir tímar þar sem okkur hefur langað að gefast upp en að því þetta bara málaflokkur sem þarf mikið að berjast og við erum svo ánægð að vera búin að byggja upp samfélag af fjölskyldum sem glíma við þessar áskoranir. En til að kannski fylla upp í söguna Þórunnar þá fórum við Þórunn svolítið í það saman að leita leiða og ég fór í stjórn Geðhjálpar og með þá hugmynd og vona geta þróa einhvers konar úrræði fyrir börn sem eiga foreldri með geðsjúkdóma eftir mína eigin reynslu og upplifa úrræðaleysi, upplifa það að vera ósýnileg og mér langaði svo mikið að við myndum bæta þetta á Íslandi af því við erum bara svo lítil, við getum gert það svo vel. Og við hjá Geðhjálp fórum í það að leita af einhverjum úrræðum erlendis og fundum þá
Our Time Charity sem að Dympna, við erum svo heppin að hún með okkur hérna í dag og ætlar að segja okkur svolítið frá þeirra starfi. Og þetta svona, hér sjáum við svolítið yfirliti yfir okkar starf, hvað verkefnum við sinnum og það bara mjög stór liður ykkur starfi bara vitundavakning. Við erum að fara víða í samfélaginu, minna á mikilvægi þess að styðja við börn í þessari stöðu og fjölskyldur þeirra. Og farin á allar stofnanir sem hafa snerti fljótt við barnafjölskyldur og minna á réttindi þessara barna, að þau eiga rétt á viðeigandi ráðgjöf og stuðning í þessum kringumstæðum. Svona þungamiðjan í okkar starfi eru fjölskyldusmiðjurnar sem við fórum af stað með árið 2021, haustið árið 2021 og eru að breskri fyrirmynd að hún Dympna kom einmitt ásamt fleirum frá Our Time og þjálfað okkur haustið 2021 í hugmyndafræði Kids Time Workshops, fjölskyldusmiðjurnar eins og þær heita hér á Íslandi og síðan höfum við þróað starfi hér áfram á Íslandi og aðlagað að íslensku samfélagi. Í dag samfélagið okkar stórt og margar fjölskyldur sem hafa verið með okkur fjölda ára núna og það alveg dásamlegt að fylgjast með þessu vaxa og dafna og fjölskyldusmiðjurnar þið fáið að heyra meira hugmyndafræðina og bara fáið aðeins meiri kjöt á beinin frá henni Dympnu eftir hún ætlar aðeins að segja ykkur betur frá því en þetta stuðningur þar sem að börn mæta með foreldrum sínum eða öðrum fullorðnum aðila í sínu lífi og fá fræðslu og stuðning og megin markmiðið í rauninni að skapa samfélag af fjölskyldum sem eru að glíma við svipaðar áskoranir. Síðan höfum við svolítið verið að trítla inn í skólana af því það mikilvægt að grípa þessi börn í skólanum líka. Þar náum við til allra barna og líka þau börn sem kannski hafa ekki tækifæri til að koma í fjölskyldusmiðjurnar og þetta svona mikilvægt verkefni að því það sem mjög mikilvægt og verndandi í lífi þessara barna að skólinn sé griðastaður og hann það í mörgum tilfellum og en stundum það ekki alveg svoleiðis og börn lýsa því að upplifa skilningsleysi og jafnvel fordóma í skólanum og það getur haft náttúrulega neikvæð áhrif á bara þau námslega og félagslega. Þannig að við höfum svolítið verið að vinna með skólum núna í að við sem betur í stakk búin að taka utan þessu börn og veita viðeigandi stuðning í skólanum. Og við höfum verið í þetta verkefni styrkt af Erasmus og höfum verið í samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir núna í þrjú ár. Þýskaland, Ítalíu, Austurríki og Þýskaland, Austurríki, Spánn og Ítalía. Og þetta verkefni hefur unnið líka undir handleiðslu Our Time sem hafa mikla þekkingu á þessu og hafa verið að vinna með skólum í mörg ár. Og þannig að Dympna mun líka aðeins koma inn á þetta verkefni eftir þannig að þið fáið aðeins að heyra meira af því. Síðan höfum við verið í samstarfi geðþjónustu Landspítalans í rauninni frá upphafi, svona formlegt samstarf í hausti 2023 þar sem 2 ráðuneyti komu saman, heilbrigðisráðuneytið og barna- og menntamálaráðuneytið og í janúar 2023 og það voru svona áhersla lögð á að auki samstarf við geðþjónustuna og að auka stuðning við foreldra sem að leita þar í þjónustu og börn þeirra. Og við fáum líka að heyra frá Landspítalanum hvernig það verkefni hefur gengið, hvað hefur áunnist og það verður gaman að heyra frá því síðar í dag. Við reynum bara, við höfum lagt okkur fram frá upphafi að leggja við hlustir og reyna að vera vakandi fyrir því hver þörfin og auðvitað erum við bara að tala um mjög stóran og fjölbreyttan hóp og við þurfum bara alls konar úrræði.
Þannig að við höfum svona Því meira sem við gerum, því meira þurfum við að gera í Já. þessum málaflokki. Því að þú kemst alltaf dýpra inn í málaflokkinn, áttaði á hvað þetta er falinn hópur, hvað er lítill stuðningur í boði og hvað er margt sem þarf að gera. Og þetta er líka ótrúlega fjölbreyttur hópur, þannig að það þurfa að vera fjölbreytt úrræði. Möguleikarnir eru endalausir og eitt af því sem að við komumst fljótlega að eftir við vorum búin að bjóða upp á svona fjölskyldusmiðjur í ákveðin tíma er að svona eldri krakkarnir í smiðjunni, við erum náttúrulega með breiðan aldurshóp af börnum, eldri krakkarnir í smiðjunni voru líka kall eftir annars konar rými. Rými til þess að hitta svona meira jafnaldra sína og spegla og spyrja, velta upp spurningum og fá upplýsingar alls kyns hluti sem að kannski skortir upplýsingar Og síðasta haust prófum við að fara af stað með stuðningshóp fyrir ungmenni og það hefur farið alveg svakalega vel af stað. Við erum núna með góðan kjarna af ungmenni sem mæta til okkar mánaðarlega. Og mörg þeirra eru líka að mæta í fjölskyldusmiðjurnar en finnst líka gott að hafa aðgang að þessu rými. Og þarna eru þau að mæta í rauninni sjálf, ekki með foreldri sínu eða öðrum fullorðnum aðila. Og þarna hefur við náð að byggja upp mjög sterkt samfélag. Að þarna eru ungmennin að mæta ein á sínu forsendum og eru ekki háð því að einhver fullorðinn mæti með þeim með eitthvað foreldri. Og þau eru bara ótrúlega flott, hafa mikla skoðanir á þessum málaflokki og mjög opin með að spyrja okkur spurninga og við hefum náð að byggja upp mikið traust þar. Þannig að við erum mjög stolt af þeim hópi hjá okkur. Svo fórum við með líka smá pröfu í sumar sem var sumarnámskeið sem sló líka gegn að vorum með svona frí sumarnámskeið. Við vitum kannski þeir sem eru foreldrar það þarf að skrá alls konar námskeið og það er dýrt og við ákváðum svolítið að mæta þessum hópi og bjóða upp á sumarnámskeið sem var vika í senn og í raun og veru byggðist á fræðslu og leikjum og hugleiðslu og alls konar og það bara gekk mjög vel þannig að við erum svolítið svona að vinna að því að geta boðið upp á fleiri námskeið í framtíðinni. Hvernig erum við á tíma? Já, ég bara passa upp á tímaverðun, skamma mig ekki hérna. En við ætlum núna að frumsýna nýtt myndband sem við vonum að gefa smá tóninn fyrir daginn. Og kannski ástæðan fyrir því að við vildum halda málþing sérstaklega tileinka foreldrum sem að glíma við geðræn veikindi. Er að við höfum svolítið sést í síðastliðin 4 ár að kannski er einhver leyti rótin í stuðningsleysi við börn, fordómar okkar gagnvart foreldrum sem glíma við geðræn veikindi. Og þetta myndband er svolítið tileinka því að vekja okkur aðeins til umhugsunar orðræðu, viðhorf okkar og hvað börn geta verið að upplifa í kringum fordóma þegar foreldri glíma við veikindi. Þessi geðsjúklingur er mamma okkar. Andskotin. Þessi geðsjúklingur er mamma okkar. Andskotin. Fyrir nokkrum árum fór hún að breytast. Hún var ólík sjálfri sér. Við vissum ekki hvað væri að, en Linda, frænka mín, fór með mömmu til læknis. Þá kom í ljós að hún er með geðsjúkdóm. Ég leitaði sjálf að upplýsingum á netinu. Það var eitthvað nýtt á hverju einustu síðu. Hvernig fjandann átti ég að skilja þetta? Ég get ekki meir í dag. Bless, mamma. Annarkvort vill fólk ekki ræða þetta eða segir allt of mikið. Daginn, stelpur. Hvernig hefur mamma ykkur það? Eitthvað skári? Týr er ekkert slæmur karl, en hann heldur að staðan sé svona. Hún hefur það fínt. Takk. Gott að heyra. Þetta er varla svo slæmt. Við erum öll hálf klikkuð, ha? Ég vissum að þetta verði allt í góðu og kannski kemur svo í ljós að hún er bara snillingur eftir allt saman. Já, þá pottþétt eftir að koma. Hafðu það gott í dag. Hey Jón, kötturinn þinn hefur suppað allt út hérna aftur. Týr vill okkur þó vel. Það gera ekki allir.
Sko, þegar pabbi vissi hvað hefum gert, var hann alveg geðveikur. Hann öskraði og skellti hurðum. Það fóru allir alveg á taugum. Hann hefur ekkert talað okkur í dag. Ekki orð. Hann lætur alltaf svo hann þegar að bilast. Stundum er erfitt að vera ekki reiður þegar fólk hugsar ekki áður en það talar. En get ég verið sár þegar það er ekki verið að tala um mömmu mína? Yfirþjónninn hafði hringt og húðskammaði hann fyrir að geðsjúklingum væri hleypt út á meðal snyrtilegs og heiðvirðs fólks á fínum matsölustöðum. Svona menn ætti að vera lokaðir inni, til þess væru geðspítalarnir sem rekni væru fyrir skattpeninga almennings. Hvað ef þetta er það sem aðrir sjá þegar horfa á mömmu mína? Englar alheimsins kom út árið 1993 og vakti mikla athygli á sínum tíma. En hún sýnir staðalímynd einstaklings með geðsjúkdóm og ýtti undir fordóma í samfélaginu okkar. En sem betur fer hefur margt breyst síðan þá. En hefur þetta eitthvað breyst? Hæ, fékkstu skilaboðin frá mér? Já, ég ætlaði að svara. Ok. Ég held ég get ekki komið til þín. Sko, pabbi sagði ég þyrfti að hjálpa til heima í kvöld. Sorry, Fríða. Gæti þetta ekki verið aðeins öðruvísi? Hvað ef hún hefði sagt? Hæ, hvað segirðu? Ætluðum við ekki að hittast í kvöld? Jú. Og hvað ef hún hefði sagt? Við varum rosalega reiður í gærkvöldi. Hann öskraði og skellti hurðum. Við vorum alveg í rusli. Og hvað ef hann hefði sagt? Daginn, stelpur, hvað er að frétta? Hann gæti svo kannski sagt. Hæ, Fríða. Hæ, Eva. Það er blessu blíðan. Og kannski gæti þetta bara verið mamma mín. Smá innsýn og fengi eitthvað til að hugsa líka bara orðin sem við notum í daglegu lífi í kringum börn og þau læra svo mikið frá okkur og hvernig viðhorf okkar er. Og þetta myndband verður einmitt aðgengilegt á nýju fræðslusíðunni okkar. Við ætlum bara svona rétt í lokin að sýna ykkur svo fallegu mynd. Nei, við viljum samt taka fram að allar myndir sem eru hér og eru á nýju síðunni okkar hafa teiknað Söru Rós Guðmundsdóttir sem er búin að vinna með okkur að þessu. Við viljum bara segja að við erum rétt að byrja. Þórunn ætlar í smá pásu reyndar, en hún kemur aftur. En það er svo ótrúlega margt hægt að gera í þessum málaflokki. Það er svo ótrúlega margt sem þarf að gera í þessum málaflokki. Og við höfum gert margt á 4 árum, en við erum bara rétt að byrja. Og við vonumst til þess að við getum boðið upp á ýmis úrræði fyrir þennan hóp og stutt betur bæði við börn og foreldra. Út allt land. Já. Við viljum taka fram að við erum ekki að gleyma landsbyggðinni. Alls ekki. Alls ekki. Og það á að vera þannig að öll börn á Íslandi sem eiga foreldri sem glíma við geðræn veikindi hafa aðgang að stuðningi. En við viljum bara þakka fyrir okkur og hlökkum til að upplifa þetta málþing með ykkur öllum. Já. Fyrir að hún væri bara 6 ára og í mikilli óvissu. Það var engin þjónusta í boði fyrir hana, hvorki útskýringar né stuðningur, og ég leitaði til geðdeildar, félagsþjónustunnar, barnaverndar og heilsugæslunnar, en einhvern veginn kom alls staðar að loka undir, bara eins og að það kæmi ekki barninu við að faðir þess væri horfinn úr lífi hennar vegna veikinda. Og hún hélt að hún hefði gert eitthvað rangt, hvert hvarf pabbi og hvers vegna. Ég hefði verið að vita fyrr að foreldri mitt væri veikt. Það var búið að vera veikt lengi en ég vissi ekki neitt. Það er mikilvægt að fá að vita að foreldri sé veikt til þess að skilja það sem er að gerast við það, því það hefur líka áhrif á okkur. Þannig að það sem mætti bæta er að börn fái skýran og aðgengilegan stuðning þegar foreldrið er að veikist, bæði í formi samtala, fræðslu og öruggra tengsla við fagfólk. Mér finnst að við ættum að fá fræðslu geðsjúkdóma og svona geðheilsu.
Þú veist, allir, alveg saman hvort foreldri þitt eigi við geðrænan vanda að stríða, það er svo ótrúlega mikilvægt að allir viti eitthvað þetta, því maður veit aldrei hver í kringum okkur á veikt foreldri. Það sem hefur nýst mér best er að leita utan kerfisins til sjálfstæðra úrræða eins og okkar heimur til dæmis. Þar sem hún fær bara loksins rými til að vinna úr reynslunni. Við þökkum Þórunni Eddu og Sigríði Gísladóttur fyrir mjög góða innsýn í þeirra mikilvægu störf. Það sem langar eiginlega að bæta við, af því þær nefnduð ekki, að þær hafa líka verið að stinga sér inn í háskólakennslu varðandi þetta efni og það veitir ekki af að fræða fagfólkið okkar þetta. Og það er eiginlega bara alltaf að verða meira og meira mikilvægt. Þannig að það er sko allavega komið inn í kennslu í félagsráðgjöf og í geðhjúkrun og það eru landvinningar vonandi þar innan háskólana. Nú ætla ég að kynna aðalfyrirlesara í rauninni morgunsins fyrir hádegi eða fyrir kaffihlé og mig langar að því að við bjóðum upp á spurningar til hennar að þið svona kannski skrifið hjá okkur ef þið fáið spurningar og það geta jafnvel verið spurningar þá líka til Þórunnar Eddu og Sigríðar þegar hún hefur lokið máli sínu að það og Katrín mun koma með mikrofónin og það væri svo gaman að fá smá samtala þannig við tökum kaffipásuna. But I'm turning now to English to introduce our special guest, Dipna Kunein. I hope I pronounce your name right. Dipna Kunein is the CEO of Our Time, a charity dedicated to supporting children and young people affected by parental mental illness. She has a background in psychology, philosophy, and systemic family therapy, and experience in both academic and therapeutic settings. She applies her expertise to develop programs that help families build resilience and break the cycle of intergenerational mental illness. Dipna is passionate about creating lasting change for families, children, and young people through education, support, and advocacy. The floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Thank you for inviting me. This or this? This, Okay. please. Thank you for inviting me to your wonderful country. I flew in yesterday and to bright sunshine and blue skies, and I felt extremely excited to be here. I came, as Sigga said, in 2021 to train the team, and I'm amazed at the amount of work and development that Okkaheimer has done in the meantime. It's very impressive, and we're learning from you as well. So I'm going to talk at the beginning about the research that is going on at the moment. There isn't an awful lot of research into this, and as has been said before, it's quite hidden and neglected, despite it being prevalent. So we know that about a quarter of children live with a parent with a mental illness, and about 3 children in every classroom have a parent with a serious mental illness. So it is a big issue. Our Time was set up in 2012 as a charity by a working psychiatrist who was concerned about the fact that lots of his adult patients were parents, and he wondered what the impact on the children and the whole family was. And he went about searching out projects and research and looking around to see what existed. And sadly, there was very little. There was a very seminal paper from King's College London in 1964. That's how far back the research goes, but there is so little in the 40 or 50 years
since then that's been done to address this issue. So our Time charity was set up to do that, not only to look at prevalence, but also to look at what could we do on the ground, what practical things could we do with families to help them to support each other and to build on their strengths. And their strengths are love and loyalty. These families love each other, they're extremely loyal to one another, and the children are very impressive in terms of they often grow old very quickly and support their parents. And I'm always both inspired, but also they make me laugh. They're very wise and they're very honest. And it's a pleasure working with these families, as well as a big responsibility. So I'm going to start with talking about recent research, and I'm going to choose 3 different kinds of research. One is a qualitative study where Dr. Jessica Radley talked to families about their experiences of serious mental illness. And then I'm going to talk about a meta-analysis from the University of Manchester, looking at 29 different recent studies and compiling the results into an analysis of what the problem is and what needs to be done. And the third is an epidemiological study from Denmark, and it's just been published this year about really tracing intergenerational mental illness and looking for the root causes. So those are 3 very different approaches, but in fact they all come to the same conclusion. So I'm going to start with the research, and then I'm going to talk to you about what Our Time does and about the Kids Time workshop and the principles underpinning it. So let me start with the research. Our surveys of our families and the evidence that we collect from the families we're working with, and we're working with about 500 families a year across the UK. These are the words that come up, and I would say the ones that I hear most are shame, fear, and guilt. Those are the ones that I hear most often. Because mental illness has always been stigmatized, there's a huge amount of shame and secrecy around it, and a guilt from parents about the parents that I meet in our Kids Time workshop start on the premise that they are bad parents because they have a mental health problem. And we try to take them on a journey from shame to pride. Pride in their children, pride in their ability to overcome the enormous obstacles. So that's the journey that we hope to take them on. And in fact, we see this in practice. It does happen. Families and parents feel labelled, as we've just seen in that very nice animation. They feel they can't escape the label and that there is no other aspect of them. They're defined by their illness. And they often feel blamed as if it's their fault that they have a mental illness. And they often feel disrespected by the professionals, but also by society, by neighbours, by relatives. And they feel resigned that this is how it's going to be. And the children, unfortunately, often feel like they are going to have a mental illness and that it runs in families, and they're told this. This is a common kind of refrain. It runs in families. So there's a sort of resignation about, well, that's just it, so why try to do anything different? The children and the parents feel confused. Most parents feel that they don't understand their illness, they don't have enough information, and they don't really understand what's happening to them. And the partners and the rest of the family are even more confused. So the explanations they get are often medical, and they're often in language they don't relate to and they don't understand. And because we have a prevailing medical model, it appears as if there's nothing we can do about it. It's a fact. They feel patronized. So the children, I was talking to a teenager, she's about 14, and she said to me, I asked her, how was school? And she said, well, I do talk about it, but I don't want to be patronized. I don't want to be talked down to. I actually know more than you do about it.
so could you please listen to me? And she also said, I don't want to be pitied. I have to live with this situation. I do live with it. I'm coping with it. So I don't need pity and I don't want pity. And so those are the kind of reactions that she felt that she was getting from the adults around her. So our main objective is to think about how we could work with the adults around the children to create safer and more developmental environments. Rather than putting the burden on the children, we want to work with all the adults, whether they're family or professionals or society at large. We need to get our act together and support the next generation. What do parents say to us that they want? This is our surveys, our research. It's not academic research, it's just what we hear. They want more knowledge and information as a whole family, and they want to be able to talk to each other about what's happening in non-medical language. When they're ill, they want a safe place, a sanctuary, and that means a place where they can get out of the world for a while, rest, think about what's happening, and not necessarily a hospitalization, but somewhere or some places where they can feel at ease, they can relax, and they can understand what's happening to them. And I think the Kids Time Workshop provides this. It needs to be in many more places, this feeling of a place of sanctuary. They need respect from professionals, so they need to be listened to. And children in particular feel that when social workers and psychiatrists and doctors and sometimes police come into their home, that they completely overlook them, even though these children have been providing medication and they've often been sleeping with their parents when it's a bad time. So the children have been doing an enormous amount of work and support, and they need that acknowledged. And at the same time, we don't want to add to that burden, and we don't want to put the burden on children, but we still need to give them credit for the amazing things that they are doing. So we would like if professionals at school, in hospitals, everywhere, were able to listen and to care. Again, this was one of the things that a child told me. I asked her what she would like to happen, and she said, I'd like people to listen and care. And she said, I don't want big policies, I don't want big interventions, I want just plain, ordinary love and care. And accessible local support, which is long before a crisis happens. And in the UK at the moment, we've got a policy around family hubs, places where families can get all kinds of support and advice, and they don't have to be referred. And that's, I think, where Kids Time belongs. So that's our research. I'm going to talk about the Danish study, which has just come out. And it is a very surprising study. I must say, I was shocked. And I've always wanted to know, and it's what the children and the parents ask me over and over again, is it hereditary? And this study, a major study, a big data study of millions of people, I think 6 million people. So it's a population epidemiological study. Found that a family history of mental illness does raise the risk, but only in a minority of cases. 85% of people with a serious mental illness had no family history. And that really changes our whole perspective. It changes the lens through which we look at and think about supporting families who have a parent with a mental illness. So in other words, it's not a foregone conclusion. There is no need to be resigned to the fact that mental illness runs in families. We need instead to look at the complex interaction of genetics, environment, and pure chance or luck. The brain, of course, reacts to the environment. We're not saying mental illness, this study is not saying mental illness doesn't exist, but that it is the etiology of mental illness is much more complex than the medical model would lead you to believe. And therefore, trauma, adverse childhood experiences, physical violence, sexual abuse, migration,
where families leave their support system, where they experience severe trauma, and where they feel that they are outsiders in society. These are all root causes of the stress that can move into a mental illness. And when children ask me, what do you mean by a mental illness? My simple explanation is, if your emotional distress is so great that you can't do the ordinary things that you want to do, like get up in the morning, sleep at night, have friends, manage the household, the shopping, breakfast in the morning, etc. Those ordinary things, when your level of distress moves into preventing you from doing these things, that's where we say mental illness. So it's a continuum, and it moves backwards and forwards. Most mental illness is episodic, and therefore there are times when people are well, and those are the times that they can plan for the future. And that's where we want to intervene. So we can't change the past, but we certainly can change the future. The second study I want to talk about is from Dr. Jessica Radley at Oxford. And Jessica has actually worked and interviewed our families. So I know her and her research well. And if you're wondering what an interpretive phenomenological analysis is, I had to Google it too. It means that the researcher, it's a qualitative methodology. It means the researcher talks to real families about their experiences and the meaning they make of their experiences. So it's in-depth interviews with families. And what she found was a number of things, that parents feel that they are in a terrifying cycle where they lose control of their world, their inner world, and also their outer world. And they describe psychotic episodes as extremely frightening, with hallucinations, delusions, and paranoia, where they felt the whole world was against them. And often a loss of control when they were hospitalized. And when they are involuntary hospitalized, it's a hugely traumatic process for both the family and the adult who's being hospitalized. Sometimes police, psychiatrists, and social workers come into the house and unfortunately do not give prior notice, and they discharge patients. Sometimes, I don't know if it's like this in Iceland, but it certainly is quite common in the UK, that a patient comes home from hospital on the bus or in a taxi without notifying the family. Actually, we've just got NHS guidelines to change so that their practitioners are obliged to inform the family when the patient is being discharged. You may already have that, but it is a small step, but an important one. So that sense of having your parental control, having your family taken out of your area of you can't manage it anymore. And the trauma of hospitalization remains. It doesn't go away. It's a terrifying experience. And parenting role is both a source of strength, and this I thought was really interesting reading her interviews. Most parents felt that their family was the most important, their parental role was the most important part of their identity, and it gave them a sense that a motivation to get better, and it gave them a sense that their life was meaningful and that they had a world in which they belonged. So at the same time, because their family is so important, our families are so important to us, when you lose control of your family, you feel an heightened sense of fear and guilt, and the pervasive fear that your children will be taken away from you, which causes secrecy, and it causes the parents to, in inverted commas, protect the children by not talking to them. As I said, most parents feel that there is a judgment out there that they are unfit parents, and the threat that they will be separated, as I said, is huge. So they conceal their psychotic episodes from their children, sometimes leaving home, sometimes going on holiday, again in inverted commas, or going to stay with their auntie, but often it's something that is a mystery. So the children don't know where the parent is, and they don't know when they're coming back. This is
very confusing and very frightening for children. Some felt that their partner or other family members didn't understand what happened either. So a kind of general feeling that there was no explanation of what was happening and no sense of meaning. And of course, in a psychotic episode, in a serious mental illness, the person loses a sense of perspective, and they lose insight into the world around them. So they lose connection with the world around them. So what's happening in their head feels real. And that means that it's very difficult for them to initiate a process of recovery. It needs the people around them, their support system, to help them to overcome that. And of course, it requires hospitalization and medication as well. So the factors that made things harder, as I said, include poor knowledge of mental health services. And I don't know about you, but mental health services in the UK and in a lot of Europe are very fragmented into parent services and children's services, and a huge gap in between. There's no real sense of family support, even though mental illness often arises in family situations, and the pressure and stress of that, and it also, the recovery happens in families. So family breakdown is common. 85% of the children, of the families in our Kids Time workshops in the UK are single parent families. So there's a huge toll on relationships where the system moves towards crisis rather than early intervention. There's a lack of support because of the stigma, because nobody wants to talk about it. It feels embarrassing, it feels shameful. Often professionals, even psychiatrists, whose job it is to talk about mental illness, often avoid it because they, think that they don't want to talk to children because they think it's too frightening. They also feel embarrassed themselves, and they feel that they could make things worse. So everybody shies away, turns the other way, which leaves the children holding the burden. So that is Jessica Radley's. I'm going to move on now to the Manchester University study. This is a different kind of study. It's a meta-analysis of 29 different recent papers, and this pulls together the key themes from those papers. So they've divided up into what they call the constrained parent. Parents feel overwhelmed by serious mental illness, and as we said, this leads to guilt, frustration, and it leads them to feel undermined in their parenting roles. They struggle with the unattainable standards, and I think the internet and Instagram, etc., has made this even worse, where you feel that every other family is coping, but you're not. And there's a sort of unrealistic expectations of being a perfect parent or a perfect mum or a perfect dad. And they also feel that their emotional regulation gets in the way of their parenting role. So they often overreact to stress because they are isolated. They don't talk to the people who could support them. For instance, they don't talk to the school. The school often doesn't know that this problem exists in the family. And therefore the burden falls on the parent, and you often find either over-discipline and harsh parenting, or very lax parenting where there are no boundaries and where the child and the parent are merged. So there's a huge issue around mental illness and emotional regulation, which the children find very frightening. Most children, I think, in my experience as a parent as well, we like to think that our parents are invincible and that, whatever happens, it will be dealt with by the parent. And this is not, this kind of psychological containment is not a feature of parents who have no support system and a serious mental illness. And they mask their struggles. I can think of a family who talked to me about, the mother said, I go upstairs and
I close the door. I don't say I'm feeling sad or upset. I just move away from the family so they don't see how distressed I am. And of course, they don't talk to outsiders about what's happening. Of course, it isn't a secret. Teachers know, neighbours know, family members know, but the fact that it can't be talked about makes it a more frightening secret. Serious mental illness amplifies parenting challenges, as I said, including struggles for control. Most parents think that they should be able to control their children. As a parent, I had to give up on that and provide them with a containing system where the problems could arise and we would learn to cope with them. So even in a family where there isn't serious mental illness, the idea that you should be able to control what's happening is a pervasive belief, which is extremely difficult when there's a serious mental illness. And the impact of not just the illness but medication often prevents a parent from having a benign authority within the family. So medication, as you know, can make people feel emotionally numb. It can create a gap between the parent and the child where the attachment is impaired and the bonding is damaged. Because if a parent has heavy medication, they often are emotionally withdrawn, and then the child has to find a way to connect with the parent. And they do that sometimes by taking on the beliefs of the parent, because it's easier than confronting the parent. No, that's not true, Mum, or that's not true, Dad. The neighbours don't hate us, or my teacher is really supportive. So it's very difficult for a child to go against the parent's view of the world. And I think that's where the difficulties begin for the child, because their own thinking process is interrupted, their feeling of safety, and therefore it is really, really important to build those parenting bonds by opening up the conversation within the family. The child often takes, as I said, caregiving roles, leading to role reversal when the parent is ill, where the children are little parents as young as 5 or 8 years of age. The child, the older children, often the eldest girl in the family, takes on a parenting role, does the shopping, cooks meals, and even if they don't do those practical tasks, they often do a huge amount of emotional labour. And then that is really difficult to reverse. So when the parent comes out of hospital and comes back into the family, the child feels guilty, and I've had children tell me this, they feel guilty about having taken over the parenting role. And they feel that when they go to school, they have been an adult at home. They've been making decisions, they've been supporting the whole family, taking siblings to school, and suddenly at school they have to revert to being a child and being told what to do and being told off, etc. And sadly, children who arrive late for school or don't have their homework done or fall asleep in class, I don't know what it's like here, but in the UK, they are put in detention. We add stress to stress. We don't ask what's happening at home. So the child is under huge pressure and strain, carrying an enormous burden. And we need to do something about this. There's a sense, as I said, of inescapable threat, and these studies show across the board that there's a constant fear of loss, not just the loss of the parent, but the parent losing their children. So the child can lose their parents emotionally and psychologically. They can lose them through to hospitalization, but also the parent has their primary fear is having their children taken away. And that means that they don't look for the support that they can have. They don't reach out and tell the school or
They don't talk to their GP in time. So it's all very, very delayed until crisis because of this inescapable threat. Despite all of this, the parents feel, as we said before, in this study, they find hope and motivation in their parenting roles. And with help and support, they find coping strategies. And the title of my talk today was A Better Life for my Children. Every single parent in our workshops, that is the refrain we hear most often: I want a better life for my children. And that's a huge motivation and a sense of light at the end of the tunnel, that something can be done to break the cycle. So they need, again, these studies emphasised the need for system-wide compassionate and inclusive support. They value psychoeducation, peer networks, practical parenting support, and family-focused interventions. And you will see that they're not looking for counselling, etc., because that puts the burden on the child to manage the situation. Counselling is very important at a certain stage, but in the early stages, if the child seeks counselling, it means that they have moved from feeling that they have to manage it themselves, and that's a hopeful sign. There's a lot of shame and stigma, as we said, and this research found it as well, that the challenges are influenced by environmental factors, stigma, and systemic barriers, which I've just talked about the individual approach rather than a family approach, where certainly in the UK, at 18, a child is no longer, a young person is no longer in children's services. Whether or not they're okay, the support disappears. Perinatal services ends at 18 months to 2 years. All of these barriers, all of these cut-off points create a kind of disrupted and interrupted cycle where the child falls between the cracks. They fear services. I can remember one workshop that we were having coffee and talking, and it was a kind of informal session. And one of the leaders of the workshop revealed that she was a social worker. And the family went, no, if we'd known that, we wouldn't have talked to you. So there is a general sort of fear of, don't talk to anybody. So that prevents early intervention. And then role reversal I've talked about, again in this study, the same things come up over and over again in every study. So we kind of know what the problem is, and we kind of know what the solutions are. And these studies show us that. Parents value hope. They value being able to have aspirations. The children need to have aspirations for their future. And we need system-wide support to navigate parenting roles, because parenting is a lifetime. It doesn't end when the child is 18. And here are the recommendations, which will be very familiar from this study. Create a strength-based, family-focused approach to support parents with serious mental illness. Provide psychoeducation to reduce stigma and promote parent-child attachment. Offer practical parenting support and respite care. Train healthcare professionals to address parenting needs compassionately. Increase public awareness to combat stigma and promote inclusive systems. And the conclusion the study came to was mental illness has a profound impact on parents, and there is a need for systemic compassionate support to improve outcomes for parents and their children. Again, no great surprise there. I'm going to show you a short video. It's a number of different families that have worked with us, some of them very well known, so you may recognize names of celebrities here. So mental illness is not confined to any class or any group. And now you'll see more and more people who are very well known come out of the woods and start talking about their experience of mental illness. In actual fact, I would say almost everybody knows somebody
who has a serious mental illness, either in their past or their present, whether that's a relative or a friend or a neighbour. So it's not about them and us, it's all of us. And these interviews that we've done with famous people, we have, if you go to our website, you'll find podcasts where we take very, very well-known, successful people and ask them to tell us about their experience of parental mental illness and how they've coped. And when I ask people, you know, who are really successful in life, what helped you to become the amazing person that you are now? They say to me, one person, my English teacher, my drama teacher, sometimes a PE teacher. So one person can make a huge difference to people's lives, and people have different ways of coping. You will see one of our podcasts is from what do they call him, the world's life coach, Joe Wicks. During the pandemic, you probably tuned into his Couch to 5K. So he's a very successful man who had two parents with serious mental illness. And he said, exercise helped me to cope. And my PE teacher was the person who believed in me, who saw something in me I didn't see in myself. And he said in the podcast and that is on our website, which is well worth listening to, he says, I ran 5 miles to school in my school uniform and 5 miles back because that helped me to settle down. So people have different ways of coping, and that third space is so important. So youth work, whether it's music or drama or sport, somewhere that isn't home and isn't school, where the child can feel like they belong and they have something to offer and they have a place where they're good at something they love. So never underestimate that. I knew as a child nobody else would understand my home. I didn't understand my home. I just knew it wasn't right, and it caused a lot of upset and frustration. There was nobody to help me or talk to. I remember my mum being hospitalised for the first time. Me and my brother were split up and sent to separate grandparents as we were too much to handle together. We weren't allowed to visit. My father was not sleeping at all and was in an almost constant state of delusion, experiencing distressing hallucinations and paranoia. Things would happen like, you know, our house would get raided, or like there'd be like holes in the door, they'd have a big argument, and I have to like get up in the morning and like go to school and just be like a normal school kid and not say anything. By the age of 8, I remember rejection from my mother and the beginning of her troubles in coping with her mental health and behaviour. The first time I experienced mental illness as a child, I remember sleeping in the same bed as my mum and being woken up in the middle of the night by screaming and crying. A sound I'll never forget. I became increasingly aware of friends' families and compared my own with theirs. Their parents woke up early and made them breakfast. My mindset was difference equals bad and being lesser than others. I've had that experience of being around chaos and kind of destructive behaviours, but didn't know at the time that my parents really had mental health issues. Having no explanation meant I grew to fear my father's illness. It was the unknown. I knew he had bipolar, but nothing more. I knew it was an illness, but I didn't know what a mental illness was. Coming home from school to see numerous new locks placed on the doors in the house. My mum interrogating me and my brother about who had let in the house and where the items were she couldn't find. As a teenager, it was frustrating. I often felt to blame for his changes in mood and responsible for solving them. I would often attribute these changes to the tiniest things that I had done or not done. Many social workers and doctors came through our doors throughout my and my brother's life. I always feel there wasn't as much support for us. And I think, even back then, I think if only we had a bit more communication and we understood each other and we talked more, I think it would have put me in much better stead and I wouldn't have acted up so much at school. When I recently heard about our time and the work you do, I was amazed. Had that have been available for me, I would have had a foot on the ground. It was a great feeling coming across our time recently, knowing that people other than myself acknowledge the void and support for children of parents with mental illness. I left that place feeling really uplifted. I was sad though because I thought, this is
one charity that's doing it in the whole of the UK. Like, there needs to be more of this, because there's millions of families with parental mental health, isn't there? And I thought it's so powerful and so important. Like, it really should be in every single borough in the country. So, as I said, the charity is a small charity, but unique, unfortunately, in thinking about a family approach to mental illness. And at the heart of our work is our commitment to providing support through education, community accessible programmes and advocacy at the policy and political level. We know that the impact of parental mental illness carries risks, but it carries risks if there's no support, if there's no early intervention. But with early intervention, all of these things can be modified. We can't modify genes, but we can modify the environment. So the children are 3 times more likely to develop a mental health condition unless they get support. There's a higher risk of school exclusions, poor performance and bullying, and of course educational challenges also. A distressed child, an emotionally unhappy child, is not able to learn, so it is a foolish thing to not talk about the child's emotional life. I think most schools do, and most schools have very good pastoral support, but not an awful lot for the children that we're talking about. And some children find refuge in books and study and go on to achieve success at school, but the majority actually give up school as early as possible. It's just too stressful. These children start, and often low self-esteem is a lifelong companion, because the inconsistent or emotional support damages their sense of identity, their sense of belonging, and their self-confidence. As one of the persons said earlier in the interviews, I just feel I'm different and there's something wrong with me. And it has a negative impact on their sense of the future. Do I have a future? What can I aspire to? What am I good at? These things all need to be generated through support, because the families are often, as we said, not able to provide that sense of an optimistic future. They often take caring responsibilities, and that hinders their development because they're often exhausted, and they're often bullied at school. So there are 3 pillars to our work. One of them is a sense to offer a sense of belonging through meeting other parents and other families in a non-threatening, non-clinical setting. We say that our work is not therapeutic because it's not aiming to change the individual, but rather to build on their strengths and help them to help themselves. So knowing you're not alone is fundamentally important, and the relief in families when they come into a space where they can talk openly about mental illness without fear of being judged or feeling a failure. A good explanation is a key component, and that means age-appropriate explanations and non-medical and non-psychiatric explanations. And we don't talk about diagnosis, so the families don't know unless the parents are willing and happy to talk about their diagnosis, because it's about, can you cope with your parenting, can you cope with your family situation? So we don't talk much about that, but when children or parents ask about what is bipolar disorder, we help them to find the information, and there can be a session on diagnosis or medication. So we do talk about medication, but only when it's asked for. A trusted adult to talk to, and that can be other parents, it can be other children, but mostly it's the workshop leaders. And it's really important that the same team, same place, same time every month, because that provides a sense of continuity, reliability and containment for the family. So in school, the child will choose their trusted adult.
So it might not be the SENCO or the person who's responsible for pastoral care. It can be anybody. So there's a need to make the support universal rather than, again, in inverted commas, the children say, I don't want to be sent to safeguarding. So they don't own up because they don't feel that safeguarding is safeguarding them. So a trusted adult is the third fundamental pillar of the work. Knowing they're not alone means that it's not shameful and they can learn from other families. So when the families are talking to one another, they learn how to deal with the illness through other families. The children don't feel so much an outsider or feel that they have to hide what's going on. And research shows that talking about it with a trusted adult outside the family is protective. So despite the prevailing myth that we don't talk about it because we don't want to make it worse, actually talking about it makes it better. As I said, a trusted adult is somebody that they feel they can rely on. It can be anybody. And as I said, a good explanation helps the child to feel more in control and less confused and frightened. It protects them from self-blame and having to carry the burden on their own and keep the secret. Again, over and over again, we hear children saying, we're told, if not overtly, not to tell anybody. It's understood, we don't talk about it. It helps them to think rationally and discriminate between normal and illness behaviours. So all parents lose their temper. All parents feel exhausted, distressed and out of control. But there's a very big difference between that and having a mental illness, and it's important that through the work that we do, that children are able to differentiate between that and are able to talk to their parents about ordinary distress. Many children say, I don't want to tell my mum that I'm having a hard time at school because I don't want to add to her burden. So this is why it's really important that the child understands that there are ill behaviours and there are just ordinary parent-child behaviours. Most people, including myself and my children, find their parents embarrassing. So this is something that mentally ill parents don't realise, that it's not just them. I remember my daughter coming, I picked her up from school, and she was sitting in the back of the car and she said, can we bring a friend back with us? And I said, yes. And she said, just so long as you don't talk. So it's important that we know these ordinary things as well as so reducing the stigma is fundamentally important. And we need to be mindful that different cultures think differently. In our society, in the European countries and in most developed economies, we think about mental illness as an illness, something wrong with your brain. It's a prevailing medical model. In other countries, they see it as a punishment for something that's happened in the past or a shameful secret, a stain on the family's reputation. So there are lots of sensitivities around talking about mental illness, and we don't claim that ours is the only one or the right one, but we open up a conversation because culture is so much a part of one's identity that it's really useful to open up a conversation about what's your beliefs, what's your thinking about it, what have you been taught about it. So curiosity is more important than conflict, obviously. So I'm going to talk, I've got 5 minutes. Yeah? Yeah, okay. So I'm going to quickly talk about Kids Time workshops. They're designed to build on the strengths of families. They're designed to be community-based. So we train teams in local areas across, for instance, the City of London. We've got 8 different projects and 8 different local authorities where we train a team to run the workshops. And they're often run in family centres. So the staff know the families, they know the services, and they can refer the families to the local services and open out that support system that does exist, but because of the secret, the families don't reach out for that support. So we encourage families to open out, not necessarily to speak
about things they're not comfortable with, but help your child to find a music lesson, help them to go to a youth club. It's helping the parent to think about the need of the children to move out into the world and to see other things and to find their place in the world. So that's why they're very much locally based. And we like to work with youth theatres because they're a great place for outside school, outside family, and they're a place where you can take on different characters and you can have fun and explore the world through drama. So it's a place where parents and children come together to talk about mental illness. And we provide psychoeducation and drama, and joy and enjoyment is a key part of a Kids Time workshop. So it's dealing with a very difficult issue, a very hidden issue, but in a way which is enjoyable. And that's why the families come back, because they feel welcome, they feel acknowledged, they have fun, the parents play games with the children, they get down on the floor, and they learn to just let go. The children become children again rather than little adults. So joy and fun is a fundamental part of the work. So I'm going to just show you a map. I'm not going to go through it in great detail, but just to show you how it works in terms of combining all of these different elements. The meet and greet creates an atmosphere. There's refreshments, there's sometimes music, the families are welcomed, new families are put together with families who are more experienced so they can settle down. Most families are very anxious when they come in, and some are not in a great place. So the feeling of being their space, their community, somewhere where they belong, and there is not a hierarchy, there isn't, you leave your professional hats outside the door, so you don't know that the social worker is a social worker. And that creates a kind of common ground on which we're meeting to talk about something in a way where we all belong and we're all important. And then the seminar is the psychoeducation bit, and that is generated from the families and from the questions they have, and also from the teams. Sometimes the teams decide on a theme for a term, and they do playful activities, and they could show information videos, they could show one of the animations that we have on our website, just to open up a discussion, not to preach or teach, but to open up a discussion. And the seminar lasts about half an hour to 45 minutes. It's 2.5 hours, by the way, for the whole thing, from start to finish. So there's an enormous amount packed into this structure, and the structure is what keeps the thing moving from stage to stage. The content changes every month. After the seminar, the children go with a drama worker, and they have de-stressing games, focusing games, and they also create a little story using characters, and they video that story. It's probably 3 minutes long, 3 to 5 minutes long. They can use music, they can use all kinds of different creative activities, but it's a space for exploring things in a way which is creative and enjoyable. And that takes about an hour, 45 minutes to an hour, and it's the core of the workshop. The parents' discussion is about focusing on how is it to be a parent with a mental illness, and focusing on how would the child experience that. So helping the parents to think about their child as well as their own experiences. One of the impacts of mental illnesses can make people very internally focused and very focused on self. And what we're doing in the parenting workshop is helping the parents to look outside their own life and their own concerns, and think about what's happening with the children. How would they see that situation? What do they think when you are not speaking? Just helping them to put themselves in the shoes of the children. And then they come back together, and this is a community building session. It's a social place where usually they have pizza. Some people do different things,
but basically pizza, you can order it in, you don't have to cook it, it's not going to burn you, you're not going to spill boiling water on anybody, so it's something that is safe and doable within 15 minutes. And sometimes the children, sometimes they play the video back during the pizza, but that can be a bit chaotic, or they do it afterwards. That is a penny drop moment for parents when they suddenly realise the children, I haven't been able to protect them in inverted commas. They know everything and they've seen everything and they have questions and they have concerns. And then the conversation starts and you often hear them saying, on the bus going home, we had an amazing conversation. So it opens up a relationship, a conversation in the family. So that's really sort of simple, easy way of building bonds, social bonds and emotional bonds. And then there's a quick reflection at the end. And that can be as simple as when the families come in, what is your weather like today? Or what color are you today? And at the end, it's, now what color are you now? Or what's your weather like now? It's really simple. It's not a big psychological discussion, but it kind of closes things. You don't want families to go out feeling distressed. So that last section is about containment and closure. So that's what it looks like. It's very compact. It's incredibly intense. And I think my colleagues here would say it's actually very enjoyable as well. So we're dealing with something very difficult, but we're doing it in a way which makes a difference. So I'm going to stop there and say thank you for your attention. And also, is there time for questions or do we do that? There's no time. We'll take a break. Yeah, okay. And feel free to come up to me in the break and talk to me. Thank you.
fara áfram? Er ég að taka? Byrju ég að spara? Já, já. Já. Svo nefnilega, þegar fólki kemur inn, þá spilum við. Ég er að klára hana, sko. Þetta er hennar. Þetta er hennar ennþá. Við förum hér. Hér, byrjum förum við tilbaka. Þegar fólki kemur inn, þá byrjum við hér. Já, hér. Spilum við, já. Eru allir að koma inn úr kaffinu núna? Get ég sett af stað? Já. Get ég þá sett núna af stað? Get ég þá sett af stað? Myndan. Byrjaði það ekki bara? Viljum við núna spyrja spurningu? Nei, hún Sigga vill alls ekki. Já, já. Og ég að setja af stað núna, Sigga. Já. Ég held að það sé aðeins skömm sem ég finn fyrir. Að líða eins og maður sé ekki að standa sig gagnvart barninu, því maður veit ekki hvernig manni líður og hvernig maður á að bregðast við á eðlilegan hátt. Ég upplifi mikla skömm sem foreldri, vonbrigði og vonleysi. Samviskubit og bara upplifi vonleysi. Ég vildi að vera að tala meira geðsjúkdóma í skólanum. Ég mest búin að fræðast geðsjúkdóma frá okkar heimi, en ég líka búin að tala við foreldra mína sem tilbúin að ræða geðsjúkdóma. Það finnst mér vera gott. Við gerum það líka bara stundum á rúndinum. Við þurfum bara að vera meiri opin með þetta, að þú veist, opna þessa umræðu meiri fræðslu geðvandamál almennt. Spurninga vegna þess að við verðum að halda tíma því að fólk mismunandi upptekið en hún hérna eftir að við klárum ráðstefnuna og aðgengileg fyrir ykkur til þess að spurja hana ef þið sitjið inni með eitthvað. Ég held að það sé mjög mikilvægt þannig að við förum núna í seinni hluta dagskránar og hún Árar og Huld ætlar að koma hérna og tala æðum með geðsjúkdóma, reynsla, áskorun og stuðningsþörf og Árar og Huld Bjarnadóttir foreldra- og uppeldisfræðingur sem skoðaði reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu í meistarverkinu sínu í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Gjörðu svo vel. Mér finnst erfitt þegar ég veit ekki hvað er að gerast og sé eitthvað sem að koma fyrir foreldri mitt en fæ engar útskýringar. Ég vildi að ég fengi að vita meira. Ef foreldri þarf að leggjast inn á spítala þarf að upplýsa börnin. Við viljum vita hvað er að gerast, annars ímyndum að sé bara eitthvað sem kannski alls ekki rétt. Stærsta áskorun mín sem ég upplifi sem foreldri er að
reyna að vera venjuleg og halda áfram með eðlilegt líf barnanna þegar ég í niðurloti. Mínar helstu áskoranir eru að ég á oft til með að efast hvort ég sé gera rétt varðandi uppeldi. Gott að sjá okkur öll hérna. Ég semst Ára Huld og ætla að fá að fjalla reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu. En það lítið rannsóknir þar sem rödd þessara mæðra fær að heyrast. En ég kannski byrja að segja aðeins örlítið frá sjálfum mér. En ég sjálf móðir og ég með BS í sálfræði, diplómu í samskiptum og forvörnum og meistarapróf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf frá Háskóla Íslands. En móðurhlutverki hefur lengi verið mér hugleikið. Það bara bæði í mínu eigin og í starfi mínu. Og í gegnum störf mín hef ég fengið að kynnast fjölbreyttum hóp mæðra með ólíka bakgrunn og reynslu. Og þær hafa sýnt mér hversu margbreytilegt móðurhlutverkið er. Það fullt af áskorunum en það eru styrkleika líka og segla. Og það hefur kennt mér að bak við hverja móður er saga. Nær. Það ekki bara fært, þetta betra svona ef ég færi hérna. Í meistaranáminu mínu ákvað ég að beina sjónum mínum á reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu og leiðbeinendur mínir voru þau Pála Margrét Gunnarsdóttir, Hrund Þórarins Ingudóttir og Ólafur Páll Jónsson. Rannsóknin jafnframt hluti af rannsóknarverkefninu Foreldrafræðsla á Íslandi, hver þörfin, sem Hrund leiðir. En ég ætla að byrja á því að fjalla fyrirliggjandi þekkingu á foreldrahlutverkinu og geðsjúkdómum, síðan kynningu fyrir niðurstöðu MR-rannsóknar minnar og að lokum ræða hvað við sem fagfólk og samfélag getum gert betur. En móðurhlutverki hefur verið mikið rannsakað, en þegar kemur að mæðrum með geðsjúkdóma rödd þeirra lítið sýnileg í fræðunum. Við vitum að orðræðan móðurhlutverki getur búið til fyrirmynd sem engin móðir getur staðið samanburð við. Að skilgreina sig sem móðir og einstakling með geðsjúkdóm getur verið tvíeggja. Það getur bæði hvatt móðurina til þess að standa sig vel í uppeldishlutverkinu, en á sama tíma ýtt undir streitu við að mæta ekki henni fullkomnu ímynd móðurhlutverkið. Umræðan í samfélaginu mæður með geðsjúkdóma byggir oft á takmörkuðum upplýsingum og neikvæðum staðalímyndum. Þessar neikvæðu hugmyndir stangast á við hugmyndina hina fullkomnu móðir. Þar með standa þessar mæður frammi fyrir að þurfa bæði að kljást við veikindin og við samfélagslega væntingar sem oft á tíðum gera lítið og getu þeirra til að sinna móðurhlutverkinu. En fordómar gagnvart geðsjúkdómum gera byrðina enn þyngri. Margar mæður upplifa að það séu dæmdar fyrirfram sem getur minnkað líkurnar að það leiti eftir stuðningi sem þær þarfnast og fordómar geta minnkað trú á eigin getu og ýtt undir sjálfstimplun. Foreldrahlutverkinu fylgja alltaf áskoranir. En auknir álagsþættir geta verið hjá foreldrum með geðsjúkdóma sem ýtir undir fleiri áskoranir hjá þeim hóp. Mæður með geðsjúkdóma í aukinni áhættu til þess að glíma meðal annars við fátækt, félagslega einangrun, heimilisofbeldi og skort á stuðningi frá fjölskyldu og fagfólki. Þetta bætist ofan á veikindin og veldur það með viðbótar álagi sem getur haft áhrif á uppeldið. En þrátt fyrir þetta upplifa margar mæður að börnin gefi lífi þeirra merkingu og þeim hvatning. Foreldrahlutverkið getur verið streituvaldur, en það getur líka verið afl sem hjálpa þeim að halda heilsu og finna tilgang. Móðurhlutverkið getur því verið verndandi þáttur fyrir móðurina sjálfa. Álag og fordómar hafa ekki aðeins áhrif á mæður sjálfar, heldur líka börnin þeirra. 5. hvert barn elst upp með foreldri sem glímir við geðsjúkdóm. Þetta því ekki jaðarvandi, þetta samfélagsmál sem snertir stóran hóp. Börn mæðra með geðsjúkdóma geta verið í aukinni áhættu til þess að þróa með sér geðsjúkdóm á fullorðinsárum
vera með minna sjálfsálit og eiga við félagslega erfiðleika. En þau geta líka þróa með sér mikla seiglu. Munurinn liggur að stórum hluta í verndandi þáttum eins og öruggum tengslum við foreldra, félagslegum stuðning frá umhverfinu, þekking og skilning á geðsjúkdómi foreldris og jákvæð upplifun foreldra af foreldrahlutverkinu. Þessir þættir geta dregið úr áhættunni og jafnvel breytt gangi mála. En rannsóknir sýna að þegar foreldrar með geðsjúkdóma fá stuðning í uppeldishlutverkinu hefur það jákvæð áhrif á það bæði, þá sjálfa og börnin. En ákveðin þögn hefur ríkt geðsjúkdóma og möguleg áhrif þeirra innan fjölskyldna. En mikilvægt að viðurkenna að allar fjölskyldur glíma við erfiðleika. Og það er mikilvægt að rjúfa þögnina. Ef þögn ríkir veikindin, geta börnin fylgt í eiginu sjálf og þau geta kennt sér En þegar fjölskyldur tala opinskátt geðsjúkdóminn og fagfólk styður við það samtal, þá er hægt að draga á neikvæðum áhrifum á börnin. Börnin vita og skynja meira en við gerum okkur grein fyrir og þau þurfa að fá rými til að skilja það sem að gerast. En geðgreining léleg spá foreldrafærni. Foreldrafærni ræðst af flóknu samspili margra breyta, ekki geðsjúkdómnum einum. Og hún getur breyst með tímanum og mótast af einkennum, lyfjaáhrifum, álagi, stuðningsneti og færni sem hægt að þjálfa. Foreldrar með geðsjúkdóma hafa alla burði til þess að búa við góðri foreldrahæfni. En sjúkdómurinn getur á tímum haft áhrif á hana. Hann getur meðal annars haft áhrif á úthald og tilfinningastjórn, en greining segir mér ekki hver þú ert sem foreldri. Þannig að fræðin draga upp flókna mynd, það eru bæði áskoranir og það eru styrkleikar. En til þess að fá dýpri skilning þurfum við líka að hlusta á mæðurnar sjálfar og það var einmitt markmið rannsóknirnar minnar. Rannsóknin var unnin út frá félagslegri mótunarhyggju þar sem megin áhersla á hvernig einstaklingar túlka reynslu sína og gefa henni merkingu. Gögnum var safnað með hálfopnum viðtölum og áhersla lögð á trúna og nafnleynd. Við gagnagreiningu var frásagnagreiningu beitt til þess að skoða hvernig mæðurnar settu reynslu sína í samhengi og gáfu henni merkingu. Og þemagreining var síðan samþætt þessari nálgun til að draga fram megin þemu frásagna. En þátttakendur voru 5 mæður sem áttu sögum geðsjúkdóm sem hafði áhrif á foreldrahlutverkið af því marki að barnavernd kom að þeirra málum. Þær voru á ólíkum aldri og með ólíka fjölskyldusamsetningu og voru greindar með ýmsa geðsjúkdóma. Þar á meðal þunglyndi, kvíða og geðhvarfasýki. Og mismunandi var hvort þær höfðu eina greiningu eða fleiri. En tilgangur rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu, með áherslu á þær áskoranir sem þær standa frammi fyrir og þann stuðning sem það telja sig skorta. Markmiðið var að auka þekkingu og þörfum þessa hóps og svo styðja mig betur við þær og þar á með börnin þeirra. Í gagnagreiningu komu fram 4 meginþemu sem lýsa reynslu mæðranna, en þau voru: móðurástin sterk, sterkur vilji til að gera betur, álagið mikið og mikilvægt að stuðningur sé í takt við þarfir. Það sem kom sterkt fram í frásögnum mæðranna var móðurástin og hversu sterk hún var. Henni var lýst sem drifkrafti og tilgangi í lífinu. Hún var vonin, hvatningin, ástæðan til að halda áfram. Hún var grunnurinn sem allt byggði á. Móðurhlutverkið var þannig ákveðið tæki í baráttunni við geðsjúkdóminn. Á sama tíma voru þær að fóta sig í móðurhlutverkinu sem var oft og tíðum flókið samspil geðsjúkdómsins, móðurástar og þroska í móðurhlutverkinu. Það virtist hafa ákveðna hugmynd sem þær skilgreindu sem venjulegt og upplifað nauðsynlegt var að ganga inn í það hlutverk. Þetta kom fram þar sem það voru sífellt að bera sig saman við þessa hugmynd hina fullkomnu móður og töldu sig vera að bregðast börnum sínum. Ég var nálægt. Nei. Já. Það ljóst að það er engin sem getur staðist þessa kröfu
og með þessu stillaði sér upp til að mistakast. Mæðurnar vildu allar standa sig vel í sínu hlutverki en þær upplifðu sig í stöðugri togstreitu milli eiginvæntinga, samfélagslegra viðmiða og raunverulegra aðstæðna. Annað sem kom skýrt fram var sterkur vilji til að rjúfa neikvæð mynstur úr eigin æsku. Allar höfðu gengið í gegnum erfiðleika eða erfiða reynslu en þær voru meðvitaðar hvað hefði mótað þær og notfærðu sér það til að gera betur. Þeirra bakgrunnur hafði djúpstæð áhrif á hvernig þær tóku móðurhlutverki að sér og þær lagði sérstaka áherslu á að hlusta á börnin sín, mæta þörfum þeirra og skapa umhverfi sem einkennist af öryggi og umhyggju. Og með því að horfast í augu við það sem þær vildu ekki endurtaka, styrktu það sig í móðurhlutverkinu og sóttu kraft úr eigin reynslu. En á sama tíma var álagið hjá þeim gríðarlegt. Þær lýstu því hvernig geðsjúkdómurinn gat tekið frá þeim orku, hafði áhrif á svefn og gat grafið undan sjálfstrausti þeirra. Þær báru flestar einar ábyrgðina á uppeldi barna sinna. Sumar voru með fjárhags- og húsnæðisóöryggi og aðrar höfðu tilhneigingu til að túlka erfiðleika sína sem veikindatengt einkenni, frekar en einfaldlega venjulegt álag sem fylgir móðurhlutverkinu og dæmdu sig afar harkalega út frá óraunhæfum viðmiðum. Það sem álagið var mikið, hefði viðeigandi stuðningur getað létt undir. Mæðurnar lýstu því hins vegar að sá stuðningur sem það fengu var oft ekki í takt við þarfir þeirra og í sumum tilfellum jók hann jafnvel álagið. Margar lýstu því að stuðningurinn hefði fyrst og fremst komið þegar aðstæður voru orðnar óviðráðanlegar. En það sem það töluðu fyrir var stuðningur sem væri einstaklingsmiðaður og í takt við raunverulegar aðstæður þeirra. Stundum þýddi það einfaldlega hvíld eða tilfinningalegu stuðningur, stundum fræðsla uppeldi og samskipti, en alltaf eitthvað sem tók mið af þeirra aðstæðum. Flestar mæðurnar höfðu lítið sem ekkert stuðningsnet við uppeldið og þessi skortur á stuðningi ásamt lægri menntun og tekjum gat meðal annars aukið streituna í móðurhlutverkinu. Þannig velta mætti fyrir sér, í ljósi þess sem hér hefur verið sagt, hvort að full ástæða sé ekki til að skapa farveg til þess að veita þessum hóp mæðra þann stuðning sem þær telja sig vanta. En þegar mæðrum með geðsjúkdóma veittur stuðningur, hugsanlegt að þær eigi auðveldara með að sinna móðurhlutverkinu. Þessi tilvitnun hér kjarnar vel hvernig fordómar og misskilningur getur gert lífið flóknara hjá þeim. Hún undirstrikar hvernig fagfólk þarf að geta greint á milli tilfinninga og sjúkdómseinkenna og tekið mið af aðstæðum. Og það sérstaklega mikilvægt að fagaðilar séu meðvitaðir þá hæfni sem mæður með geðsjúkdóma hafa til að ala upp börnin sín. Til að stuðla bætti velferð bæði mæðra og barna nauðsynlegt að auka umræðu reynslu mæðra með geðsjúkdóma. Niðurstöður rannsóknar veita dýrmæta innsýn í reynslu mæðra með geðsjúkdóma og hvernig þeirra reynsla hefur mótað móðurhlutverki þeirra. Í því samhengi má segja að frásagnirnar séu mikilvæg viðbót við þekkingu á móðurhlutverkinu, ekki aðeins frá sjónarhóli geðheilbrigðis, heldur einnig í samhengi við samfélagslegar væntingar og raunverulega erfiðleika sem mæður standa frammi fyrir. Þannig að nauðsynlegt að opna frekar á umræðuna móðurhlutverki hjá mæðrum með geðsjúkdóma. Frásagnir mæðranna veittu dýrmæta innsýn inn í hvernig að vera móðir í erfum og flóknum aðstæðum, hvernig veikindi og ábyrgð fléttast saman og löngunin til að gera betur fyrir næstu kynslóðir. Mæðurnar eru hugrakkar í baráttunni sinni og staðráðnar í að vera góða mæður. Þeim annt velferð barna sinna. Þannig að með viðeigandi stuðningi og úrbótum mögulegt að styrkja stöðu þeirra og bæta heilsu sem myndi einnig hafa jákvæð áhrif á börnin þeirra. En það besta sem við samfélagi getur gert fyrir börnin sín að hlúa vel að foreldrunum þeirra. Og með því að styðja foreldrana, jafnvel í erfiðum aðstæðum, þá stöndum við vörð tengslin, styrkjum fjölskylduna og bætum framtíð barna okkar. Frásagnir foreldra sem glíma við geðsjúkdóma
eru því mikilvægar til þess að þróa viðeigandi uppeldisstuðning. Niðurstöðurnar sýna að mæðurnar vilja gera sitt besta. Þær leggja sig fram við að gera betur en þær sjálfar upplifðu í æsku og þær vilja vera til staðar fyrir börnin sín. En þær glíma við geðsjúkdóm, auki álag og væntingar sem gera róðurinn þyngri. Því verðum við að spyrja okkur, hvað getum við gert betur sem fagfólk og sem samfélag? Þetta er stór hópur í samfélaginu okkar. Í fyrsta lagi þurfum við að sjá foreldrana sem einstaklinga, ekki sem greiningar. Greining segir ekkert til hver þú ert sem foreldri. Í öðru lagi þurfum við að vinna markvisst gegn stimplun og tryggja að foreldrar hafi aðgang að viðeigandi stuðningi sem tekur mið af þörfum og aðstæðum. Það þarf líka að grípa foreldra tímalega áður en álagi verður yfirþyrmandi. Og í þriðja lagi þurfum við að efla þekkingu fagaðila á samspili geðheilsu og foreldrahlutverks. Þetta samband er gagnkvæmt. Foreldrahlutverki hefur áhrif á geðheilsuna og öfugt. Og þessi hringrás sýnir hversu mikilvægt er að styðja foreldra markvisst í sínu mikilvæga hlutverki. Og það kallar á samvinnu milli heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og menntakerfis. En ég ætla að fá að enda á þessari sterku tilvitnun frá einni móður í rannsókninni og ég vona að þessar niðurstöður og frásagnir þessa mæðra stuðla aukinni umfjöllun ólíkar aðstæður foreldra og þær verði til þess að við þróum fjölbreyttari stuðningsúrræði sem bætir stöðu þessa hóps. Við eigum þetta verkefni saman að styðja foreldrana fyrir börnin okkar og fyrir framtíðina. Takk fyrir mig. Takk Áróra Huld, þetta var sterkt erindi og ég vona að niðurstöðurnar rati áfram inn í kennslu og fræðslu sem er mjög mikilvægt og þess vegna er svo mikilvægt að hittast svona til þess að fara yfir hvað er það sem er að gerast bæði í háskólunum og víðar. En ég er undir sterkri tímapressu að halda dampi, þannig að ég ætla að fara að kynna næsta við fyrirlesara. Það er kannski ekki svakalega góð skilningur frá skólanum og ég veit ekki hvort þið vita alveg hvað er að gerast heima eða hvort þið skilja. Ég þurfti að fara á fund vegna mætingar en enginn er samt tilbúin að segja mig mikið og eina sem ég fékk að vita var að barnavernd kæmi á næsta fund en ég veit ekkert hvað það þýðir og ég er bara rosalega stressuð og kvíðin fyrir því. Þú veist, enginn útskýra neitt fyrir mér. Ég er bara rosalega þakklátt að þetta sé til, því það er ekkert annað. Við fáum ekki beint stuðning. Við áttum að fá stuðning á barnavernd, en svo komu þau bara ekki. Heilsugæslan Urðahvarfi reyndist mér algjör bjargvættur í byrjun. Félagsþjónustan Háleiti og geðheilsuteymi Vestur er algjörlega frábært teymi sem ég hefði ekki viljað vera án. Ég vildi að það væri meiri fræðsla fyrir börn og meira að tala við okkur. Það er enginn sem útskýrir fyrir mér hvað mamma og pabbi voru að upplifa fyrir ég kom hingað í okkar heim. Mér finnst erfitt að vita ekki hvar mamma mín er eða hvað hún er að gangi gegnum þegar hún fer upp á spítala. Ég vildi að einhver myndi tala við mig. En næst ætlar Aníta Ósk Georgsdóttir, 2 barna móðir. Hún er fædd og uppalin í Keflavík og hún ætlar að tala sína eigin sögu og reynslu sinni sem foreldri með geðsjúkdóm. Gjörðu svo vel. Jæja, heyriði mér. Að hækka eitthvað svona. Svona, já. Hæ, ég heiti Aníta Ósk Georgsdóttir og er 33 ára gömul. Ég er fædd og uppalin í Keflavík. Ég er gift og er 2 barna móðir. Ég er lærður hárgreiðslumeistari en er núna að læra lyfjatæknin og vinn hjá Lyfjaþjónustu Landspítalans. Ég greindist með geðhvarfsýki 1 fyrir 3 árum
eftir að hafa farið í full-blown manju út á Ítalíu. En saga mín hófst ekki þar. Ég var aðeins 14 ára gömul þegar andleg veikindi fór að banka upp á. Kvíði og þunglyndi gerir líf mitt leitt og átti ég ótal andvöku nætur og morgna sem einkendust af miklum vanlíðan og grátri. Sem betur fer fekk ég góða hjálp sem gerði líf mitt bærilegra en aldrei fór kvíðin og þunglyndið alveg. Ég var aðeins 19 ára gömul þegar ég var sett á lyf við kvíða og þunglyndi. Þau hjálpuðu mér alveg helling. Ég var alltaf voða mikið upp og niður og átti ég erfitt með að átta mig á því af hverju ég væri hreinlega svona. Það var svo ekki fyrr en ég var 25 ára sem ég komst að því að ég var ólétt og fekk hálfgert taugafall. Þá fór ég fyrst sinn á geðdeild. Þegar ég var komið 20 vikur á leið þá fór að birta til og tilhlökkunin loksins kom. Á þessum tímapunkti fekk ég enga auka hjálp þrátt fyrir að hafa verið ólétt inn á geðdeild. Mér var ekki að boða að hitta félagsráðgjafa eða eitthvað sem sérhæfir sig í andlegu veikindum foreldra. Ég þurfti svolítið sjálf að feta mig áfram. Ég bældi þessar flóknu tilfinningar og fór á fullu og undirbúa fyrir komandi kríli því ég var staðráðin í því að vera upp á mitt besta þegar barnið kæmi. Og ég komst á þann stað því þegar litla ljósara stelpa mín kom með hraði í heiminn, þá var það fyrsta sem ég hugsaði, ég mun aldrei láta neitt koma fyrir þig. Akkurat á þessum tímapunkti stóð ég fast á því að ég ætlaði mig aldrei aftur á dimman stað. En ég hafði svo sannarlega rangt fyrir mér. Því við vitum öll að það kemur á skuldardögum ef við vinnum ekki úr þessum flóknu tilfinningum. Árin liðu og mér leið þokkalega. Þar til árið 2022 hrundi gjörsamlega heimurinn minn. Móðir með 2 ára gamalt barn sem átti framtíðina fyrir sér. Það var ótrúlega erfitt að skilja barnið sitt eftir og leggjast inn á geðdeild í annað sinn. Staður sem ég ætlaði mér aldrei aftur á. Ég átti virkilega erfitt með að vera komin á þann stað og átti enn erfiðara að reyna að útskýra fyrir 2 ára gömlu barni hvar mamma væri. Þarna fekk ég heldur ekki neina auka hjálp með það hvernig ég átti að segja barninu mínu frá mínum veikindum. Ég veit hún var ung en ég hafði þörf á því að tala þetta, þótt það væri ekki nema að mömmu líði ekki vel en henni munu batna. Að hringja í hana á FaceTime, sitjandi í sjúkrahúsarúmi á geðdeild braut í hjartað, miklu meira en nokkur gerði sér grein fyrir. En eins og oft áður komst ég á betri stað en innstinni voru sár sem gréru ekki. Ég var enn upp og niður en aldrei komin önnur greining til greina fyrir en ég endaði í full-blown maníu berfætt í gullituðum kjól út á Ítalíu. Þar ráfaði ég götur Bergamo alein, 4000 kílómetrum frá fólkinu mínu. Þar endaði ég á spítala og fekk greiningu sem útskýrir svo margt. Ferðin endaði þannig að pabbi minn kom út og fór með mig heim. Þegar ég kom heim fór ég til geðlæknis og þar fekk ég greininguna geðhvarfsýki 1. Eftir það meikaði loksins allt sens. Að komast á rétt lyf og finna loksins jafnvægi sem ég var endalaust að leitast eftir. Þessu fylgdi samt flóknar og erfiðar tilfinningar. Ég var fyrir miklu tráma sem átti eftir að lita næstu mánuði. Eftir greiningu komst ég inn í teymi sem var aðalega að einblína á mig. En enginn gerði sér grein fyrir að ég var með 2 börn heima. Jú, þar voru litlar en finna samt sem áður á sér að það ekki allt í lagi. Ég hefði þurft að fá meiri upplýsingar hvernig ég ætti að segja börnunum mínum frá veikindum mínum. Þótt það væri ekki nema seinna mér þegar þær yrðu eldri. Ég vildi nefnilega vera sú sem segði þeim frá en ekki einhver manneskja út í bæ. Ég átti mjög erfitt með að finna upplýsingar hvernig maður talar við börn andleg veikindi og var lengi vel í felum með veikindi mín því ég vissi hreinlega ekki hvernig ég átti að segja þeim frá þeim. Það sem var hins vegar gott var að það var stutt vel við baki á mér þannig ég komst í gegnum mínu dýpstu dali og gat þar af leiðandi sinnt börnunum mínum vel. En það sem mátti gera að sjá hvað á bak við hvert foreldri, hvernig fjölskyldumynstrið og hvernig hægt að styðja við það. Ekki bara einblína á mig, því börnin eru partur af mér og það þarf að hlúa að þeim jafn vel og mér.
Á tímabili gera veikindin mér ekki kleift að sinna foreldrahlutverkinu eins vel og ég vildi. Ég gat ekki almennilega verið til staðar en ég reyndi eins og ég gat því ég vildi ekki þær myndi sjá eða finna hvað móðir þeirra átti erfitt. Ég gat ekki verið 100% til staðar eins og ég vildi og það brauti mig hjarta. Það gerði bataferli enn erfiðara því það fylgdi alls konar flóknar tilfinningar sem ég átti erfitt með að vinna úr. Einnig gekk skömmin næstum frá mér. Ég skammaðist mín fyrir að vera veik, ég skammaðist mín fyrir að geta ekki sinnt börnunum eins og ég vildi. En þrátt fyrir að vera veik, þá fannst mér þau að vera 110% móðir. Því ef ekki, þá taldi ég að manneskju út í bæ myndi fara að kenna geðhvarfsýkinu um. Ef ég gerði þetta ekki rétt, þá var það út af veikindunum mínum. Þessi hugsunarháttur lita af foreldrahlutverki mitt alls svakalega. Ég þurfti að hafa allt 110%. Þær urðu að vera í flottum fötum, vel greiddar, mættar á réttum tíma, vera með nesti, vera með íþróttaföt og sundföt og byttu fyrir þér ef þessi hlutir gleymdust. Þá fór allt á hliðina, ekki hjá þeim, en hjá mér. Mér fannst ég þurfa að vera stanslaust að sanna mig og sýna fólki að ég er vel hæfur foreldri sem var í rauninu bara eitthvað sem ég bjó sjálf til. Eitthvað sem ég taldi vera rétt. Þessi fullkomna áreita var nánast að ganga frá mér. Að þurfa að vera stanslaust að sanna mig gerði líf mitt leitt. Ég hreinlega leyfði mér ekki vera mennsk. Því það mátti enginn sjá eða finna fyrir því að ég var með geðhvarfsýki. Ef þið bara vissu hversu mikið frelsi það var að sleppa loksins tökunum eftir öll þessi ár. Eftir öll þessi ár. Og leyfa lífinu hreinlega bara að flæða. Ekki stjórnast í öllu. Auðvitað voru börnin mín alltaf fæddar og klæddar, en að gleyma að lesa heima eða mæta með sundföt er ekki 100 í hættunni. Ég má vera mennsk og það er nánast stærsta gjöfin sem ég gaf sjálfur mér. Því ég veit, sama hvað einhver segir, þá veit ég að ég er góð móðir þrátt fyrir að vera með geðhvarfsýki. Mín veikindi segir ekkert til það hvernig móðir ég er. Horfandi yfir mína sögu, þá er svo margt sem mátti betur fara þegar kom á foreldrahlutverkinu. Ég hefði viljað fá meiri upplýsingar hvernig ég gæti talað við börnin mín veikindi mín. Ég hef með minni bestu getu reynt að útskýra það með því að segja þeim að mömmu líði stundum illa í sálinni og ef hún tekur ekki lyfið sín þá getur henni liðið mjög illa. Leið og ég fór að tala þetta við börnin mín þá leið mér strax betur. En ég vissi ekki hvort ég var að gera það rétt, ef það er einhver rétt leið þar að segja. Mér finnst að það ætti að taka börnin meira inn í myndina þegar foreldrar veikist. Það er jafn mikilvægt að hlúa þeim eins og að hlúa okkur foreldrunum. Það er svo mikilvægt að horfa á heildarmyndina. Hún segir svo ótrúlega margt. Þannig ég bið ykkur að horfa á heildarmyndina. Börnin okkar eru og verða alltaf partur af okkur foreldrum. Þess vegna er svo mikilvægt að það sé til okkar heimur. Staður þar sem börn og foreldrar koma saman. Þar sem er lögð áhersla á báða hópa. Þetta starf hefði verið akkurat það sem ég hefði þurft. Svo ég ætla að enda þetta erindi á því að biðja ykkur að klappa vel fyrir okkar heim. Takk fyrir mig. Þakka þér innilega, Aníta Ósk, fyrir að deila reynsluðinni með okkur. Og ég ætti líka að þakka þér fyrir að jafna tíma, nú erum við á réttum tíma. En næst á dagskrá er bara tímamót líka, það er allt tímamót við þessa ráðstefnu. Það er sem sagt samstarf okkar heims og geðþjónustu Landspítala sem að náttúrulega er bara skref í svo hrikalega jákvæða átt og er þess virði að klappa mörgu sinnum fyrir. En
Áður en ég kynni þær stöllu til leiks, þá ætla ég að leyfa ykkur að hlusta á. Það skiptir miklu máli að börnin fá fræðslu veikindin sem eru á heimilinu og vita að sé ekki þeim að kenna. Svo gott að fá að heyra frá öðrum sem eru í eins eða svipaðri aðstöðu. Bæði að ræða mistök og svo hvað gengur vel. Mér finnst mjög gott að geta hitt og tala við aðra sem að ganga í gegnum það sama og ég. Og það eitthvað sem við náum að gera í okkar heimi. En ég ætla að kynna hér fyrirlesarana Gunnlaugu Thorlacius og Þórunni Birnu Jónsdóttur sem að þið kannski þekkið. Þórunn útskrifaði sem félagsráðgjafi árið 2021 og hefur starfað í geðþjónustu Landspítala síðan þá. Fyrstu 3 árin á bráðageðdeild lyndisraskana og undanfarin rúmt ár í þunglyndis- og kvíðateymi spítalans. Þórunn auk þess tengiliður geðþjónustunnar við okkar heim. Gunnlaug menntaður félagsráðgjafi en hefur auk þess lokið námi í fjölskyldumeðferð og handleiðslufræðum. Hún hefur starfað sem félagsráðgjafi á Landspítalanum frá árinu 2005. Lengst af við klíníska vinnu á geðdeildum en síðustu ár sem yfirfélagsráðgjafi spítalans. Gunnlaug hefur mikla reynslu að vinna með fjölskyldum og hefur lagt áherslu á að rödd barna sem aðstandanda fá að heyrast. Þetta eru kempur sem að koma hérna og ætla að kynna ykkur fyrir þessu verkefni og samningi. Gjörðu svo vel. Jæja, komið í sæl. Ég ætla að nota svona, ég hreyfi mig svo mikið. Bara fyrst og fremst, bara takk. Það búið að vera frábært að sitja hérna og hlusta. Ótrúlega mikil innspýting fyrir okkur á Landspítalanum að heyra þessar sögur, að heyra reynslu, sögur barna, heyra upplifanir foreldra og svo framvegis og það gerir náttúrulega fátt annað heldur en bara blása okkur svolítið eld í brjóst. Og það sem við ætlum að tala núna auðvitað það sem við erum að gera í okkar heimi á spítalanum en svo auðvitað áttum við okkur á því að það eru fleiri heimar, það eru heimar fjölskyldnanna, það eru heimar annarra stofnana og svo framvegis. En við höfum verið heppin á Landspítalanum og höfum fengið að fylgjast með meðgöngu, fæðingu og uppvexti okkar heims nánast frá upphafi og höfum sýnt þessu verkefni mikinn áhuga og viljum vera í miklu samstarfi. Og erum alltaf einhvern veginn að reyna að gera okkar besta til þess og Þórunn ætlar að fara aðeins yfir með ykkur á eftir hvernig sú vegferð hefur verið því þó svo að það hljómi mjög einfalt að fara í samstarfið úrræði sem að veita þá þjónustu sem við viljum svo sannarlega veita að þá voru svona allskis áskoranir á leiðinni sem við þurftum aðeins að taka á og aðlaga okkur svolítið að. En svona aðeins bara rétt til að byrja að þá eru heilbrigðisstarfsmenn, þeir starfa auðvitað samkvæmt ýmsum lögum. Fyrst og fremst að þá erum við að starfa eftir lögum heilbrigðisstarfsmenn, þar sem okkur eru bara færðar ýmsar skyldur og herðar og við bara þurfum að starfa samkvæmt þeim. En svo eru auðvitað aðrir hluti sem við þurfum að taka mið af líka og það eru auðvitað réttur sjúklinga. Og þegar við rýnum í þessu lög þá sjáum við það að okkur ber að veita fjölskyldum þeirra sem að veikjast þjónustu og börn eiga rétt á því að fá upplýsingar og aðstoð ef foreldrar þeirra veikjast. Til þess að bæta við þetta að þá komu auðvitað lögum samþætta þjónustu í þá farsælda barna árið 2021 og það finnst mér finnast þau vera svolítið lykilög því þau tengja þetta allt saman. Og það sem við erum búin að heyra í dag það mamma mín varð veik og skólinn minn vissi ekkert af því. Og þarna samþættingin alveg sérstaklega sterk. Þannig að mér langar bara að lyfta því þessu upp og það svona það sem að ég upptekin af eftir að hafa heyrt það sem fólk að segja hér í dag. Við verðum að virkja samþættinguna. Vegna þess að það að foreldri veikist heima, það hefur áhrif á allan veruleika barna. Og við höfum núna lagalegar heimildir til þess að brjóta þessa múra og það held ég bara svolítið ákall til okkar í dag að gera það. En þegar ég fór að hugsa svona hvað ætlum við að vera að segja hérna í dag, þá fór ég svona bara vítt og breitt að hugsa
út á hvað gengur vinnan okkar í samskiptum við fjölskyldur og út á hvað gengur vinnan okkar í samskiptum við okkar heim. Jú, við höfum alveg skýra lagalega skyldu til þess að skima fyrir börnum sem aðstandendum þeirra sem eru veikir. Og það á ekki bara við þá sem eru veikir af geðsjúkdómum, það á bara við þá sem eru veikir almennt. Og börn sem eiga foreldra með líkamlega eða jafnvel lífsógnandi sjúkdóma, þau líða líka fyrir veikindi foreldra sinna. Við þurfum að eiga samtal börnin og það kannski það sem Aníta var að segja áðan. Við þurfum að hjálpa foreldrum að tala við börnin. Við þurfum í einhverjum tilfellum að tala við börnin sjálf. Við þurfum að benda þeim á fræðsluefni, bjóða upp á samverustundir á meðan foreldra liggja inni og svo þurfum við auðvitað að vísa í viðeigandi úrræði þegar þess þarf. Og bara svona rétt að því hvernig skimum við. Skimunin auðvitað fyrr og hún líka einhverju leyti svona öryggisskimun. Og við hugsum á spítalanum, hugsum við svolítið heildrænt og foreldri getur slasast eða veikst og bara kannski á leiðin út í búð og börnin eru ein heima. Þannig að við þurfum að vera í svolítið svona fyrri skimun líka. Áttu börn, hvað eru börnin gömul? Einhver að passa upp á því núna? Hvar eru þau akkurat núna? Þetta eru svona öryggisspurningar. En svo þurfum við líka að spurja bara, þú veist, hvernig líður börnunum þínum? Hefur einhvern tímann rætt við börnin sjúkdóminn þinn og svo framvegis. Og það kemur þá kannski svolítið í framhaldi af þessari svona formlegu skimun og því bara eru börn á heimilinu. Og þarna höfum við líka ákveðið að útvíkka okkur svolítið. Í einhverju tilfellum eru systkini á heimilum sem eru þá að líða fyrir veikindi. Í einhverju tilfellum þetta stjúpbörn þar sem forsjáin annar staðar en þau dvelja mikið á heimilunum. Þannig að við þurfum að hugsa alla þessa þætti. Og við reynum svona að skima með samræmdum hætti. Við erum komin svona aðeins lengra á geðdeildunum heldur en á öðrum deildum. En Landspítalinn, einhver hefur nú sagt það, hann eins og flugmóðurskip og við tökum engar handbremsubægir á svona stofnun. Þannig að við gerum þetta bara svona hægt og rólega og innleiðingin einna lengst komin á geðdeildum. En það þýðir ekki það að við ætlum ekki að gera þetta alls staðar. En þegar við erum að tala börnin, að þá það auðvitað ekki tæmandi samtal og eins og hefur verið bent á hérna í dag að þá hver og ein fjölskylda einstök og okkar verkefni að nota okkar klíníska nef og reyna svolítið að þefa uppi á hvaða hátt fjölskyldan sérstök og hvað hún þarf og það mjög mikilvægt. Við byrjum á að spurja samtal milli foreldra og barna. Hefur einhvern tímann rætt veikindi þín við barnið þitt? Það svolítið lykilspurning. Sumum finnst það flókið, öðrum finnst það minna flókið. Sumir eru bara ógeðslega góðir í því. Og ég hef átt mörg samtöl við börn og í einu tilfelli að þá erum við að ræða veikindi mömmu og ég segi við hana, hvað þegar þú ert lasin? Hvað segja krakkarnir þínir? Og þá sagði hann, stelpa mín segir alltaf, ertu komin í teppið? Og mamman var þunglind og þá töluðum við bara það. Og þegar við töluðum við börnin, þá töluðum við bara það. Og þegar mamma komin í teppið, hvernig líður þér þá? Þannig að það var svona svolítið lykill. Þannig að lykillinn á samtölunum, hann oft í samtölunum við foreldrana. Við ræðum það hvort að það sé einhverjar spurningar sem við getum kannski svarað, sem að brenna á foreldrinu. Stundum hafa foreldrar áhyggjur af því og það svolítið, ég myndi segja að vera svona rauður þráður. Það áhyggjur af ýmsum toga á mjög svona stórum skala. Áhyggjur af því að veikindin hafi áhrif á börnin sín. Og ég held að Aníta hafi svo sem kannski sett það svolítið í samhengi fyrir okkur líka. Foreldrar vilja bara vera góðir foreldrar og þeir vilja gera hlutina vel. Og við þurfum líka að spyrja þegar þér líður illa og getur ekki gert hlutin eins vel og vilt gera þá. Þú getur ekki verið með sparinestu og bláa daginn og allt þetta sem að foreldrar þurfa að vera að gera. Hver að hjálpa þér? Og þetta svona hluti af einhver ákveðin kortlægningi til að virka umhverfi til að hjálpa. Því að við eigum öll slæma daga, misslæma. Og þeir sem eru veikir, þeir á stundum bara mjög slæma daga. Og þá þurfum við að hjálpa til. Og svo þurfum við líka að spyrja, hefur þér einhvern tímann verið boðin einhver hjálp? Og það ekkert endilega víst að spítalinn hafi öll úrræðin. En við þurfum að finna út hvert eigum að beina fólkin okkar til þess að það fái þá hjálp sem það þarf að fá. Og svo auðvitað veit skólinn af þessu, hefur heyrt farsældarlögin og við þurfum að lyfta því upp. Vita börnin bara af sínum rétti, vita foreldrar af sínum rétti og svo framvegis. Og
og svo bjóðum við auðvitað aðstoð við að ræða við barnið. En við byrjum á því að ræða barnið. Þessi glæra, ég ætla bara að segja ykkur það, af því við erum svona í opnu samtali og allir að opna sig. Þessi var bara ógeðslega erfið. Það bara ekki sérstaklega mikið fræðsluefni. Og ég leitaði og það bara ekkert víða sem að maður rekst svona á auðveldan hátt á fræðsluefni fyrir foreldra sem að glíma við veikindi. Og það var bara ákveðin eye-opener fyrir mig. Við erum með einhverja bæklinga og það alls kyns upplýsingar á heimasíðum og svona, en þetta ekki allavega mín upplifun, ég held ég sé ekkert rosalega illa gefin, var svo að þetta ekkert sérstaklega aðgengilegt og við þurfum að gera þetta betur. Við reynum að bjóða upp á samveru fyrir fjölskylduna á geðdeildum, en við erum líka aftur í okkar heimi og byggum til voða fínt fjölskylduherbergi og fengum arkitekt til að hjálpa okkur og alls konar og svo kemur okkar heimurinn á spítalann og bara, djöðlega bara ljótt herbergi. Það allt fjörið fyrir börnin, þú veist. En það bara allt í einhverjum daufum arkitektalitum og þeir eru svona sófi sem á pissi og eitthvað svona dót, sko. En við þurfum líka að vera með augun opin fyrir því að þjónustan okkar þarf að taka með því að börnin, þeim þarf að líða vel í þessu umhverfi. Og Þórunn ætlar að segja ykkur eins frá því á eftir að í framhaldi af þessu ákveðna skelli að þá ætlum við að fara í aukið samstarfi á okkar heim að poppa svolítið upp heiminn okkar. En foreldrar eru auðvitað foreldrar, hvort sem þeir eru veikir eða ekki. Og við þurfum að nálgast málefni á þann hátt að við getum ekkert bara, núna ert þú bara sjúklingur og svo þegar þér batnað og við erum búin að gefa þér fullt af pillum að þá ert aftur náðan foreldri. Það auðvitað ekki þannig. Þannig að við þurfum að skipuleggja innlagnina þannig að það taki mið af því að foreldrar eru foreldrar og þeir eiga börn og þurfum að hafa aðgang að þeim, stundum í gegnum iPad, en við þurfum líka að vera með aðstöð fyrir þá. Og við þurfum að skipuleggja leyfi fyrir foreldra og við þurfum að bjóða börnunum á fjölskyldufundi. Og við getum bara alveg boðið þeim á fjölskyldufundi og þýtt þær upplýsingar sem við erum með fyrir foreldra á þann hátt að börn skilji þær. Svo kannski aðeins bara svona til að lyfta því upp að við höfum séð að það eru ákveðin svona þættir sem eru sameiginlegir með börnum sem eiga foreldra sem eru veikir og þau eru að glíma við hluti sem að þetta heitir the 4 C's á ensku. Og við höfum reynt að þýða þetta yfir í H-4 og það bara hvað veldur? Af hverju mamma mín eða pabbi minn lasin? Hvort ég muni veikjast sjálf? Og þau eru að hugsa þetta. Verð ég líka veik? Eða veikur? Hver mun hugsa mig þegar mamma mín eða pabbi minn getur það ekki? Og hvernig mun mér reiða af? Og þetta eru svona lykilatriði. Auðvitað setjum við þetta ekki svona fram við börnin, en það mjög gott að hafa þetta í huga að þetta þessi 4 kjarnaþættir sem börn eru alla jafna að hugsa og samtölin við þau þurfa að taka með af þessum þáttum. En svo að því sem í boði að þá höfum við auðvitað reynt að safna í okkar banka og sem betur fer á seinustu árum. Ég búin að vinna á geðdeildum í 20 ár og búin að hitta mjög mikið af frábæru fólki á þessum tíma og mikið af fólki sem hefur hugsjónir og það vill koma þessum hlutum í betri farveg, en svo þurfum við þetta líka að hafa resúrsa og við þurfum að hafa, eins og ég sagði áðan, skýra löggjöf og góðar heimildir. En það sem í boði fyrir okkar fólk, það auðvitað okkar heimur og þess vegna leggjum við mjög mikla áherslu á gott samstarf við okkar heim. Samstarf sem byggir á því að við getum bara lagað úrræðin okkar að því sem að þörfinni hverju sinni, haft það þannig að þetta sé í raun og sann tilboð, en ekki bara það við segjum, já, svo veist af okkar heimi, við getum bara farið, kíkja á heimasíðuna, það rosa flott úrræði. Við þurfum að gera þetta miklu, miklu betur, af því þegar fólk veikt, þá skortir það frumkvæðið og það skortir kraftinn og það skortir orkuna til þess að fara að leita sér úrræðum. Þannig að við þurftum að, það kemur fram hjá Þórunni eftir hvernig við gerðum það. Við erum líka að vísa börnum og ungmennum í bergið og það hefur reynst okkur mjög vel. Einhver fá sálfræði til í heilsugæslu og það mikil búbót og svo stuðningsþjónustan á skólana. Í mörgum skólum bara mjög góð stuðningsþjónusta en þar farsældarbalkurinn auðvitað algjört lykilatriði að við getum virkað þessa þjónustu. Og svo stuðningu frá sálfræðingum barnaverndar og sjálfstætt starfandi fagaðilum. Þannig að þetta svona kannski grófa myndin af því sem við höfum.
Og þá ætla ég að afhenda, viltu fá þetta Britney Spears dót hérna? Nei, held ég, á ég ekki bara að nota þetta? Þú ætla bara að tala þetta, já, kom gefil. Er þetta kveikt á þessu? Heyrist í mér? Já. Ok, frábært. Herri, þessu verkefninu sem við erum búin að vera í með okkar heim á geðþjónustunni síðan í byrjun árs 2023. En það var semst gerður styrktarsamningur við heilbrigðisráðuneytið og barna- og menntamálaráðuneytið þetta samstarf og það sem áhersla átti að vera lögð á að styðja við börn og fjölskyldu sjúklinga sem hafa lagst inn á geðdeildir og efla starfsfólk í að skima markvisst eftir þáttakenndum úr hópi sjúklinga. Og já, eins og ég segi, samstarfsverkefni hófst í byrjun 2023 og byrjaði á því að skipa tengilið sem var ég og við bara fórum strax í að fara í skipulagsvinnu og funda og svona og það var strax bara ljóst að við vildum bara að okkar heimur yrði partur af starfseminu og úrræði sem kæmi strax upp í huga starfsfólk þegar það ræddi við okkar skjólstæðinga börnin þeirra og við vildum styrkja og styðja við starfsfólki að taka samtali við foreldra börn og starfsfólk sem sagt þekkti vel okkar heim til þess að myndi treysta sér til að kynna úrræði fyrir okkar skjólstæðingum. En þarna erum við líka að tala allt starfsfólk, ekki bara félagsráðgjafa, heldur líka lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, iðjuþjálfa og einna helst ráðgjafa og stuðningsfulltrúa sem svona starfsfólki okkar á gólfinu sem þá svona helst að detta í þessi svona samtöl og mestum kontakt við skjólstæðinga og þetta þá já í samtöl svona daginn og veginn og geta þá tekið upp svona spurningar eins og bara hvernig hafa börnin það, hefur rætt veikindi við börnin og hvernig áhrif hafa veikindi á barnið og einmitt, þú veist, vilja barnið koma í heimsókn og svo framvegis. En fyrsta skrefið í þessu var svolítið að fara á bara allar deildir og teymi í geðþjónustunni og halda fræðslu og kynningu okkar heim bara hversu mikilvægur stuðningur við börn í þessari stöðu og við fórum eiginlega bara já á allar deildir og öll göngudeildarteymin með fræðslu en við já, svo fundum við náttúrulega reglulega og við settum okkur fljótt markmið að vilja halda fjölskyldusmiðju þar sem voru eingöngu skjólstæðingar frá geðsvið og börnin þeirra og svo voru Þórunn og Sigga líka með fasta viðverudaga vikulega á Hringbraut og Kleppi þar sem þær fóru inn á innlagnadeildir og göngudeildir til að minna á okkar heim og veita starfsfólki aðhald og stuðning í að eiga samtöl við foreldra og kynna fyrir þeim fjölskyldusmiðjur okkar heims. Já, svo auglýstum okkur líka vel, eða sem auglýstum okkar heim á spítalanum og hengdum upp svona veggspjöld út allt og allar starfsstöðvar. En já, það gekk ótrúlega vel en voru vissulega einhverjar áskoranir sem svo sem kannski bara eðlilegt þegar verið að breyta eða setja inn verkferla á svona starfsstöðum sem eru mikið af starfsfólki og ólíka starfsstöðar. Þannig að við tókum til dæmis strax mjög fljótt eftir því að hugafar starfsfólk var mismunandi og það gæti verið áskorun að breyta því en starfsfólk talaði að treysta sér illa til að taka þessi samtöl við sjúklinga og jafnvel fannst bara óþarfi að ræða veikindi foreldra við börn og þau óttuðust að hann myndi gera illt verra eða gera skaða að ræða veikindi við börnin. Það reyndist líka að vera áskorun að ná til starfsfólks þegar við héldum fræðslur á deildum þar sem að stór hluti starfsfólk í vaktavinnu og náði þá ekki að mæta en það líka svolítið mikil starfsmannavelta hjá okkur á spítalanum þannig að við var mikið að koma nýtt starfsfólk inn sem hafði þá kannski ekki fengið fræðslu og kynningu okkar heim og þekkti þá ekki úrræðið. Og svo, já, að það var eiginlega þá á þessum tíma sem við ákváðum að Sigga og Þórunn yrðu með vikulega viðveru á Kleppi og Hringbraut til þess að geta farið inn á deildirnar og náð á þetta starfsfólk og frætt úrræðið og veittum stuðning við að eiga þessi samtöl við foreldra. En já, ég kannski glemt að segja þannig í byrjun að við settum okkur mjög stórt markmið kannski í byrjun og ætluðum okkur að opna smiðju eiginlega bara svona
einhverjum 3 mánuðum eftir að samstarfsverkefni hófst, en við sáum, býsna fljótt að það kannski var ekki alveg að fara að ganga, en já. Það sem verkefni hefur skilað bara ótrúlega margt, en starfsfólkið okkar orðið öruggara í að taka þessi samtöl við foreldra, bæði bara vegna þess að það er búið að fá stuðning og ráð hvernig það getur nálgast foreldra í þessum samtölum og hvað það getur sagt, og líka því að það getur bent á okkar heim sem þau vita munu taka vel á móti fólki og eru bara náttúrulega frábært úrræði. Þannig að maður þekkir það bara sjálfur þegar maður fer inn í erfið samtöl, það alltaf gott að geta haft eitthvað í höndunum til þess að benda fólki á, þannig að ég held að það hjálpi ótrúlega mikið fyrir starfsfólk þegar það fer í þessi samtöl. Það var svo fyrsta fjölskyldsmiðjan var haldin, sem var sem sagt þá bara með skjólstæðingum frá geðsviði og börnunum þeirra. Hún var haldin í október 2023 og það gekk ótrúlega vel. Það voru alls haldnar 20 smiðjur með því sniði, en mér skilst að núna sé þetta orðið svona meira blandaðar smiðjur, en já, eins og ég segi, það voru alveg 20 smiðjur haldnar þannig og ég mun tala aðeins betur það á eftir. En Landspítalinn stærsti tilvísandinn í fjölskyldsmiðjur okkar heims, sem bara frábært, en við viljum líka hafa það þannig. Það mynduðist ótrúlega einfaldar og góðar boðleiðir og bara góð samvinna við okkar heim og starfsfólki okkar var óhrætt við að taka bara upp símann og hringja í Þórunni og Siggu og spegla við þær mál, og þannig að það var auðvelt fyrir okkur að vísa fólki í okkar heim, og þær voru líka ótrúlega liðlegar með að koma bara utan fastra viðverutíma og hitta börn og fjölskyldur. Þannig að það var ótrúlega gott. Þær byrjuðu með foreldramótna eða foreldrasamveru sem að haldi bæði á Kleppi og Hringbraut, þar sem var hugmyndin að grípa betur foreldra í þjónustu og geðsviði. Þá voru þær með á þessum viðveru dögum hópa þar sem foreldra gátu komið og fengið stuðning og fræðslu og gátu rætt sín veikindi og börni sín og fengið bara svona jafningjastuðning og talað bara hvernig að vera foreldri sem að glíma við geðræn veikindi. Þetta var fyrir bæði inniliggjandi og þá sem eru í göngudeildarmeðferð. Þegar varst að tala fræðsluefni áðan, þá var náttúrulega alveg hellingur af fræðsluefni sem við hefum fengið frá okkar heim sem ótrúlega dýrmætt. Þetta svona dæmi bæklingarna sem við erum með frá þeim. Það bara bæklingur fjölskyldusmiðjurnar og fyrir foreldrar sem eru að glíma við geðræn veikindi, en svo eru líka þessir hinir bæklingar sem eru fyrir börn og þeir eru svona aldursskiptir. Þannig að það svona saga fyrir börn sem eru 3 til 6 ára og svo upplýsingar fyrir börn, það er 7 til 11 ára og svo 11 ára og eldri. En aðeins fjölskyldusmiðjuna sem var opnuð fyrir okkar heim, fyrir skjólstæðinga geðsviðs. Hún gekk ótrúlega vel og ástæðan heldur bara fyrir því að fjölskyldur voru gripnar á réttum tíma og foreldrarnir eiga það sameiginlegt að hafa nýlega verið að jafnvel ennþá í þjónustu á geðsviði og þar af leiðandi foreldrið opið fyrir að fá aðstoð og með gott innsæi í sín geðrænu veikindi. Og við sjáum bara að það að virka vel þetta ferli að foreldri komi í þjónustu á geðsviði, hvort sem það í innlögn eða göngudeild, þar sem það skima fyrir börnum og í kjölfari fer fram samtal börnin og því foreldrinu veitt aðstoð við að ræða sín veikindi við barnið sitt, hvort sem að foreldri sjálft tekur samtali eða starfsmaður, og í þessu samtali fá þau kannski kynningu okkar heim og bækling. Og svo þegar það komið að því að fjölskyldan mætir í smiðju, þá búin að eiga sér stað opin samskipti inn á heimilinu veikindi foreldris, og þess vegna fjölskyldan tilbúnari til að koma í smiðjurnar og ræða opinskátt áhrif veikindana á fjölskyldulífið. Og bara auðveldara fyrir okkar heim að setja orð á hlutina og skýrt hvað umfangsefnið að fara að verða. Þannig að þetta svona ástæðan fyrir að við höldum að okkar fjölskyldsmiðjan gangi svona vel. En Þórunn og Sigga töluðu líka að hafa bara fljótt fundið fyrir ákveðnu trausti frá þátttakendum að því þetta var svona samvinnuverkefni með spítalanum
og bara vegna þess að fjölskyldan upplifði að þau hefðu verið gripin á viðkvæmum tíma. Já, svona varðandi það sem framundan hjá okkur, af því að við erum ekki hættar, verður smá breyting á þessum foreldramótnum eða foreldrasamveru sem ég var að tala áðan, en það er alveg að fara að halda áfram, en það er bara, í rauninni erum við að reyna að mæta betur fólki sem er inniliggjandi og þannig að það hafa hugsað sér að koma þá meira og fara inn á deildirnar og hitta foreldra þar, af því að var stundum að reynast erfitt fyrir foreldra að fara út af deildinni og stundum þurft að fylgja foreldrum og það bauð kannski mönnunum ekki alltaf upp á það, þannig að við erum að fara að gera breytingar á því að þær ætla að koma inn á deildir og hitta foreldra þar. Og þetta er ótrúlega gott dæmi hvernig samstarfið bara búið að vera með okkar heim og þær eru alltaf að leita leiða og finna út hvernig bara hægt að mæta fólkinu okkar sem best. Já, svo erum við að fara að skipa tengilið og þetta er aðeins byrjað að við erum að skipa tengilið á öllum legudeildum sem verða þá ráðgjafar og stuðningsfulltrúar. Og það verða starfsfólk sem verður smá sérfræðingar í okkar heim og þekkja úrræði mjög vel og geta þá kynnt úrræði fyrir öðru starfsfólki, nýju starfsfólki sem kemur inn, rifjað upp með hinum og já, bara fylgst með að það sé verið að hugsa okkar heim inn á deildunum. Já, svo erum við að hugsa að fara annan hring á allar starfsstöðvar með fræðslu og kynningu á okkar heim. Og það er náttúrulega bara, eins og ég segi, komið fullt af nýju starfsfólki síðan við fórum seinast og gott fyrir aðra að fá upprifjun. Svo eins og Gulla var að tala áðan, þá erum við að undirbúa styrktarumsókn til að gera breytingar á einu af fjölskylduherbergjunum okkar. Og þá er hugsunin að miða meira þörfum barna og fá þá börn til að vera svolítið stýrandi í hönnuninni. Það er ótrúlega spennandi, en svo bara síðast en ekki síst, þá erum við að fara að gefa út örþætti sem eru fyrir börn og ungmenni geðþjónustuna og starfsemina þar. Og ég kannski leyfi Siggu og Þórunni að segja eitthvað betur frá því, af því að ég veit að við munum fá að sjá myndbrot, en það er ótrúlega spennandi. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Smá teaser. Og bara viljum takk fyrir okkur. Takk hérlega. Já, takk. Og bara við viljum líka endilega taka undir það hjá okkar heimi hvað samstarf hefur verið virkilega ánægilegt. Og það sem hefur einhvern veginn gert þetta svo skemmtilegt hvað það er opin hugsun á spítalanum og mikið rými fyrir sköpun og þannig höfum við getað tekið skrefin saman í takt. Já, og það tekur tíma að breyta heilli stofnun í hugsun, þannig að það er ekkert skrítið, við erum ennþá að skoða leiðir til að bæta þetta og munum gera það áfram. En þið eru að fara að fá að vera hluti af mjög merkilegum viðburð í starfi okkar heims og það eru þættirnir okkar sem við erum að gefa út. Þannig er aðaleikarin, stórstjarna. Nei, við viljum sem sagt kannski aðeins segja þessa þætti sem við ætlum að sýna. Við sem sagt í okkar starfi síðastliðin 4 ár höfum hitt mikið af börnum og hitt börn sem hafa átt foreldrin á geðdeild eða eiga foreldrin á geðdeild og það er ótrúlega áhugavert hvað þau pæla mikið í praktískum hlutum. Við höldum ofta að þau eru að pæla bara hvað gerist þegar fólk fyrir geðrof og allt ótrúlega flókið, en það er ekki alltaf það sem þau eru að spá í. Stundum höfum við bara fengið spurningu bara, er einhver dýr þarna? Hvað er í matinn? Fær foreldrið mitt rúm? Bara svona ótrúlega einfalt sem við getum svo ótrúlega auðveldlega útskýrt og svarað. Af því bara það að vita að foreldrið sé öruggt og hvernig húsnæði lítur út, það er bara ótrúlega hjálplegt. Og þessi þetta húsnæði á Hringbraut og Kleppur og svona, þetta er svo mikið svona dulúð yfir þessu og svona, já, maður ímyndir sér alls konar, þannig að við vildum svolítið taka það burt og gera þessu örþætti og fengum já-fólkið hjá Landspítalanum með okkur í þetta verkefni og sérstaklega viljum við þakka samskiptateyminu þar sem vanda með okkur og leikstjórunum okkar sem gat ekki verið með okkur í dag, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, sem á bara ótrúlega mikinn
þátt í því að við gátum gert þessa þætti. Hún er líka að vinna í fjölskyldusmiðum sem... Hún er búin að vera á bak við tjöldin í öllu sem við gert á þessu málþingi, þannig að við viljum bara þakka henni sérstaklega fyrir. Við ætlum ekki að sýna alla þættina, en þeir vera aðgengilegir á vefsíðun okkar sem við opnum eftir örskamma stund, en við ætlum að sýna ykkur smá teaser. Hér erum við stödd fyrir framan eina af byggingum Landspítalans fyrir Hringbraut, þar sem geðþjónustan er starfrækt. Hér kemur alls konar fólk frá 18 ára aldri. Afar, ömmur, foreldrar. Fólk á mismunandi uppruna. Ættingjar okkar. Nágrannar okkar. Bara alls konar fólk. En það sem þau hafa öll sameiginlegt er þau með geðsjúkdóm eða finna fyrir mikilli vanlíðan og þurfa aðstoð. Í þessari þáttaröð okkar heims ætlum við að kíkja í heimsókn á geðþjónustu Landspítalans. Er þessi bráðamóttaka bara eins og bráðamóttaka sem ég myndi fara á ef ég myndi fótbrotna eða eitthvað þannig? Já, í rauninni. En hingað kemur fólk á þessa bráðamóttöku ef við líðum mjög illa. Nei, er þetta ekki Bína? Halló, Bína. Hæ, gaman að hitta ykkur. Hæ, Garðar. Sunniva. Hæ, Sunniva. Guðfinna heiti ég og er deildarstjóri hérna á legudeild geðrófsjúkdóma. Stóllinn sem var í áðan. Já. Hver er tilgangurinn á honum? Við köllum hennar stól knússtólinn. Út af því að stóllinn, hann svona knúsar fólk þegar það leggst í hann. Og það er bara ótrúlega gott stundum að fá knús. Hvernig eiginlega virkar það, þú veist, ef að foreldri manns leggst hingað inn á deildina? Já. Við leggjum rosa mikla áherslu á svona fjölskylduvinnu hérna. Þannig að alltaf þegar fólk leggst inn, þá spyrjum við, átt þú börn og hvar eru þau og bjóðum þeim alltaf að koma í heimsókn og hitta okkur og öðrum aðstandendum. Svo er líka svona fjölskylduherbergi hérna niðri á fyrstu hæðinni. Það er æðislegt. Það er ótrúlega svona kósí og þangað förum við alltaf og foreldrarnir geta hitt börnin sín þar. Það er fullt af dóti og PlayStation talva og geggjað. Vá, ég hlakka svo rosalega til að kíkja í fjölskylduherbergið. Já. Oh my god! Sunniva, þú átt að segja. Já. Svo forvitin að vita þess meira geðræn veikindi, þú veist. Er það bara svona eins og þegar líkaminn okkar veikist? Já, bara heilinn okkar eins og öll önnur líffæri eins og hjarta og önnur líffæri, þau geta veikst. Velkomin í Virknisetrið. Takk fyrir. Ég heiti Steinunn og er iðjuþjálfarinn í Virknisetrinu. Hvernig virkar þetta svona hjá okkur? Er þetta, þú veist, svona eins og dagdeild þar sem fólk kemur á daginn eða getur fólk gist? Eða svona, þannig séð er þetta mjög flókið dót, en svona, ef maður alveg svona súmmerar þetta niður, sko, þá er þetta svona, getur maður hugsað þetta sem er bara að missa tengsl við raunveruleikann. Í þessu húsi fyrir aftan mig er spítali sem var fyrst opnaður árið 1907. Garðar, vaknaðu! Garðar, við erum að fara í fjölskylduherbergi, þetta grínast! Ef þú mættir hann á svona fjölskylduherbergi, hvað myndir það við? Ég held að ég myndi kannski... Hæ! Hérna eru þið þá. Vil ekki hitta Mosa? Engar ágjörn, Mosi. Ég er með þig. Ég heiti Diddi og ég er teymistjóri í Barnamiðstöðinni.
Mundu að ef að þú átt foreldri með geðsjúkdóm, þá er eðlilegt að upplifa alls konar tilfinningar í kringum það. Og það getur hjálpað að tala við einhvern sem þú treystir. Nei, veistu hvað? Það var ekkert meira. Við ætlum að opna síðuna formlega. Við erum búin að spá rosalega mikið í því hvernig við getum gert það ótrúlega cool og komumst eiginlega að því að við getum það ekki verandi við tvær. Það var tæknimaður sem sýndi okkur í gær, svona mjög cool, sem ég er búin að klúðra. En við ætlum að opna hann með ykkur og það er kannski áður en ég geri það, þá vil ég þakka Sunniva og Garðari sem voru aðalleikararnir í þessum þáttum. Og það var hluti af því að fá ungt fólk, börn og ungt fólk til að hjálpa okkur aðeins við gerð þessa myndband og hvað þau eru að spá í. En við ætlum að opna síðan okkur núna og við vonum að hún svari mörgu því sem við höfum verið að tala um hérna í dag, eins og til dæmis fræðslefni fyrir foreldra, sem Gulla kom inn á, að við föttum það einmitt líka í okkar starfi að við vorum að gera fræðslefni fyrir börn en það var samt ekkert til fyrir foreldra og bara þegar foreldri veikist og hvað það getur gert til að stiga sig í foreldrahlutverkinu og hvernig á það að útskýra fyrir barninu sínu. Þannig við erum svolítið að vona að þessi nýja síða taki utan alla fjölskylduna, styðji líka við fagfólk og erum bara rétt að byrja með þessa heimasíðu. Hún er eitthvað sem mun lifa áfram og við munum stanslaust vera að bæta við og á næstunum munum við opna líka netnámskeið fyrir fagfólk. Þannig að við erum svona að svolítið þróa þá síðu til að hafa hana aðgengilega. Þú segir eitthvað meira um hana? Mér langaði bara að þakka öllum fyrirlesurum í dag fyrir frábær erindi og þakka ykkur öllum, bæði þeir sem eru hér í salnum og í streymi fyrir að vera með okkur hérna í dag. Það var alveg stórkostlegur dagur, bara hjartans þakkir. Mér langar bara kannski að fá smá trommuslátt. Já. Til að gera þetta smá kúl. Já, þetta lærðum við í gær. Það er hægt að gera fullscreen. Já, við ætlum nú ekki að fara í klukkutíma ferðalag gegnum síðuna með ykkur. En bara hvetjum alla til að skoða þessa síðu. Inn á henni erum við búin að skipta núna fræðslefni sérstaklega fyrir börn og svo ungmenni. Við erum búin að bæta við fullorðnir þar sem við erum með mikið stuðningsefni fyrir foreldra sem glíma við geðranaveikindi, líka fyrir aðstandendur og svo fyrir fagfólk. Og við bara hvetjum alla til að fara í gegnum þetta og skoða þetta efni sem er orðið, bara þó ég segi sjálf frá, mjög flott. Svo bendum við líka á að það er svona skemmtilegu takki þessi guli ef einhver vill styrkja starfi okkar og styðja við okkar starfsemi. Já. Gjörið þið svo vel. Já. Ég ætla áður en að ég hleypi Eydísi hingað til að loka málþinginu, þá ætluðum við Kolbrún að færa Þórunni þessi blóm. Þegar Þórunni er að fara í mun mikilvægara verkefni heldur en í okkar heimi í fæðingarorlof og Kolbrún Fjóla Sölvadóttir félagsráðgjafi mun taka við af henni. Og ég vil fyrir hönd okkar heims þakka fyrir allt sem hún er búin að gefa okkar heimi síðastliðin 4 ár. Okkar heimi væri ekki það sem hann er án hennar. Þannig að við munum sakna hennar en hlökkum til að fá hana aftur. Takk fyrir mig. Flotta konu í minn stað. Já, algjörlega. Kolbrúnu Fjólu. Þær eru nú eiginlega búin að slíta þessu málþingi, en ég svona formlega bara vil þakka fyrir þessa dásamlegu ráðstefnu. Veist, við byrjuðum að tala um þetta, fjölskyldumeðferð var til upp úr stríðinu 1950. Hún sagði okkur okkar aðal fyrirlesara, hún Dimna, að við töluðum fyrst börn geðsjúkra 1964. Núna er 2025 og við höfum reynt að tala um þetta síðan 2005 á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og verið að koma inn
Við höfum talað tölum börnin, við höfum verið að gera ýmislegt, að síðan kemur okkar heimur og hefur svolítið hraðað ferðinni. En ferðalagið bara að byrja, því að við erum svo lengi að sá fræjónum til þess að þau fara að blómstra. Og ég vona að þetta fari nú að koma hjá okkur, að við þurfum að sinna fjölskyldum, ekki bara einstaklingum. Það er komið í löggjöfin okkar, þekkingin þarna, bara let's do it. Takk fyrir, slítum þessum áfengi.